Velkomin í ljósleðara deildina. Það fimmtudagskvöld og það eru 3 leikir í boði. Það engin dói en fullt af góðum leikjum. Með mér, það Rauði turnin Demantur. Jón Þór, sæll. Sæll og blessaður. Velkomin. Hér var ég dregin inn til að vera fallegur hattastandur í dag. Já, það ekki. Það lítið flott hattastandur alltaf. Reyna mitt allra besta. Já, þú ert eftir að standa þig bara vel í þessu hlutverki. Já. Jón, við erum búin að fara yfir leikina 3 og það kannski bara best að við kynnum á fyrir áhorfendum og fáum við upp á skjáinn. Við erum með í kvöld Lava Ármann. Ég spenntur fyrir þessu leik. Vá, þetta verður rosalegu leikur. Við vitum náttúrulega bakgrunninn í Lava, Spike á móti Varg voru náttúrulega einu sinni liðsfélagar langt í buskan þegar við báðir áttum fullt af tíma til að spila leikinn. Nákvæmlega. Síðan Tension Þór, það eyðimerkur ganga hjá Tension, ekki konu með sigur og já, Þórsarar eru í góðu standi, konu með 2 leiki röð, þeir eru með 5 leiki sigraða og eru í efstu topp 3 sætunum og líður vel og síðan Fylkir viðstöðu og það er svona sníki spennandi leikur líka. Ég er rosalega spennt fyrir þeim leik, sko. Ég held að það verði alveg harkan út í 1 þar, sko. Það ekki? Jú, algjörlega, sko. Þetta eru lið sem eru nálægt botninum. Við erum að tala um stigatöfluna, við skulum kíkja á stigatöfluna bara ASAP. Það sjáum við stöðuna nú að sjálfsögðu á toppnum. Það innbyrðis viðuregl sem þeir sigra á þriðjudaginn á móti Dusty. Því líkur leikur. Ja, þetta var sturlað leikur. Það var gjörsamlega moppað gólfið með Dusty og bara frábær sigur hjá nú og mikill uppgangur í þeim. Fáum hana aftur upp þessa blessuðu stöðutöflu. Við erum að kíkja betur á hana. Og það Dusty og Þór sem eru þar fyrir neðan. Þór náttúrulega á leikti góð, getur komist í 12 stig. Lava 8 stig, Breiðablik líka, Ármann 6 stig, Saga 6 og þarna viðstöðu 4, Fylkir 2 og Tension 0. Vá, hvað ég orkinni Tension mínum mönnum. Ég veit nákvæmlega hvernig tilfinning þetta er. Nákvæmlega. Já, ég meina, hvað voru þið lengi án stigs? Þú náttúrulega varst í korteringu fyrir þá sem ekki vita, sem voru senustu leiktíð í bottsætinu ansi lengi. Ég bara svona fram að loka metrónum. Þið komist þarna í 7. sæti alveg bara undir lokin. Alveg undir blá lokin. 8 liða deild þá, þannig að það var aðeins öðruvísi þá. Nákvæmlega. En, Jón, það fyrsti leikur kvöldsins, það Lava á móti Ármann og við skulum kíkja á lið Lava. Þá skipa Goater, Instance, Stals, Spike og Triple G. Það engin breyting á þessu og eins og margir vita og minnum aftur að það var senstu viku, þá var leikmannagluggi. Það var bara 1 lið sem nýtti það svo í best vit
og inn í þá starting line-up og það Tension, förum við það á eftir þegar við rýnum í þann leik. En Lava, hvernig líst okkur á Lava hérna? Þvílík reynsla í einu liði. Vá. Við hefum komið inn á náttúrulega ótrúlega oft að þetta eru reynslumesta lið. Það eru flestir landsir þarna total. Já, ætli það ekki. Spike þannig ofalega á lista með marga sigra. Ég held að Spike sé ennþá sigursælasti leikmaður í CS heilt yfir litið og tekur 1,6 og þarna. Já, ég held að það sé ekki bara nokkuð spurningum með það. Ég þarf eiginlega bara að taka það saman við eitthvað tækifæri, myndi eitthvað svona round table og byrja að ræða þetta Það væri gaman. í þaula. Þetta er eins og gerist á í partíunum, við byrjum að tala CS sko. Þetta er mér trúnu og tölum CS. það er svona okkur finnst gott. Já, það er gaman. Sko, þeir eru akkurat núna með lengsta lifandi winstreakið í 4 leikjum og vilja náttúrulega breyta í 5 hérna móti Ármann. Þeir sigra Tension, þeir sigra Breiðablik, síðan Sögu og sigra síðan í seinustu umferð Dusty. Dusty kom með 2 ósigra. En nóg það, sko, hvert eru að fara að sjá þá vilja leita hérna á móti Ármann? Ég ímynda mér, hver eru favorites hérna? Í þessu, ég myndi alltaf segja að Lava í dag væri favorites. Alltaf. Current form. Já. Þeir eru í stuði. Algjörlega. Ármann lélegir í síðasta leik. Bara ég ætla að segja það. Ég samlaði þar og við rýnum í það á eftir en þarna síðan voru þeir náttúrulega að spila í gær Lava og átti góðan leik. Vá, á móti KC Sports. Ég held að maður beraði þannig fram. Einhver fótboltamaður sem á það lið. Ég veit ekki til fótbolta, ég ætla bara að viðurkenna það. Casemiro sem að spila fyrir Manchester United, með skjáltast ekki. Nákvæmlega. Pappi heldur með því. Já, ég líka. En hérna, já, það eru bara mjög öflugir leikmenn í því liði, mjög öflugir, sem hafa verið meðal annars á majorum. Já, Leo DRK, Stíl, brasilíski Stíl þá. Honda, já. Þeir eru allir búin að ringsóla í brasilíska samfélaginu og þetta er tip-top lið sem að... Algjörlega. Og en minni rétt, ég horfði eitthvað á hann leik, hann fór 16-12 og það var 1 eða 2 swingirándana sem að hefði getað farið til Lava. Algjörlega. Og þá hefðu þeir mögulega labbað þarna með sigur á tip-top liði, en þarna það var Inferno. Já, við erum ekki að fara í það. Ég eiginlega þóra að fakta það hér. Já, ég er eiginlega 100% að við séum ekki að fara í Inferno hérna, en hvað heldur við séum að fara að sjá? Nuke eða Inferno, annarkvort. Heldur þú einhvern veginn að Lava ná að sníka þessu í Inferno? Því ég held að Ármann vilja ekkert Inferno. Ég held að Ármanni sé nokkuð sama í hvaða maður þetta fari, en jú, ef þeir fari inn fér, eins og þeir spila á móti Case í gær, vá, það er eins gott að Ármann mæti með báðalappir þá í leikinu eftir. Já, með eitthvað spilatíma, því að það hefur verið náttúrulega, það hefur tíðkast að einhverjir þarna í liðinu er ekkert að spila leikinu eins og niður. Nei, þetta er bara svona eitthvað flip. Eitthvað flip. En hver er þá toppmaðurinn í liði Lava? Ætli að sé Stals. Það er Stals. Sko, það kemur náttúrulega fólki ekki óvart að Stals sé toppmaðurinn. Hann er með besta ADR-ið í liðinu, ef maður skjáltast ekki. Hann er með 1,07 í HLTV rating, þrátt fyrir að hafa tapað 16-2 og 16-9 í fyrstu 2 leikinum. Hann er að standa sig vel, en vel. Hann er eiga erfitt í opnunum. Hann var töluvert neðar fyrir Dusty-leikin sem þeir spiluðu í Inferno í seinustu umferð. En samt sem áður, er þetta ekki bara stjarna þeirra? Eins og staðan er núna, jú, hann og Góter jafnvel. Alltaf þægilegt að vera með Góter svona fyrir aftar sig, ef maður er ekki að performa. Það er annarkvort, ef þeir eru báðir guð minn almáttugur, ég myndi ekki vilja spila á móti þeim. Jón, þú tippar á Inferno, við eigum vítóið. Það er svoleiðis. Ef að kíkja á það? Endilega. Sko, já, Dust 2, bannaða Lava, þeir vilja ekki fara þangað. Vertigo og Overpass farið út. Mirage af Ármann, Ancient af Lava, Inferno af Ármann og hvert erum við að fara? Við erum að fara í Nuke. Nákvæmlega. Bæði liðin eru jöfnana, eða ekki? Jú, ég myndi halda það. Ármann er alltaf búin að eiga nokkar góða leiki í Nuke og þeirra sigur leikir hafa báðir komið í Nuke. Það er á meðal 16-1 sigurinn sem þeir áttu á móti Fylki. Já, þeir áttu líka 19-17 tapleik á móti nú í Nuke sem eru gríðarlega sterkir í Nuke.
já, bara eitt af betri núgliðinum í rauninni algjörlega. og koma mjög vel undirbúnir í svona leiki og hérna það verður gaman að sjá hvort að þeir ná að standa eitthvað í hérna Lava því að eins og við tölum Lava örlítið í fronturinn hérna. Já, En á þeim orðum þá ætlum við að kíkja rakleiðis á lið Ármanns. Það skipar Lambo, Hundsi, Vargur, Hyper og Ofvirkur. Hyper og Ofvirkur, já. Bræðirnir. Hyper Ofvirkur. Hérna alltaf Hyperaktiv þegar hann var að spila með þér, sko. Það er einhver nafnabreitingarna eftir þetta fjasko og senast að síðan. Já, ég er ánægð með hann heitir bara Hyper út í hann var að íhuga í öðru nikki sem að ég ætla ekki að vera að dreifa því hér. Það kannski má ekki svona endurtaka þér. Nei, kannski ekki. Jæja, það er eins og það er. Ármann byrja vel, en það gengur ekkert rosalega vel undanfarið. Já. Við erum búin að spila núna 2 leiki á móti Þór og Nú og svona fyrirfram þegar við hugsum Þór og Nú sem andstæðinga Ármanns, þetta eru lið sem að þeir eiga að fara langt með. Fóru náttúrulega langt með Nú en töpuðu og þeir áttu ekki sjens í Þór í Dust, ekki sjens. Nákvæmlega. Og sko, Dust 2 mætti rífast hvort það sé besta eða uppáhaldsmappi er að jafnvel sko, hjá Ármanni. En samt sem áður þá fara þeir inn í Dust 2 leikina móti Þór og já, þeir náðu að gera þetta samkeppnishæft í seinni hálfleik. Í seinni hálfleik, já. Þeir voru bara eins og hauslur að hænur hann í fyrri hálfleik. Sko. Þessu ekkert hvað þeir voru að gera. Sko. Hvernig hefur þetta verið, til dæmis, þú hefur spilað mikið með þessum mönnum og náttúrulega varst með Hyperaktiv heila leiktíð og hérna varst að signa allan tíman og en hérna, hvernig klefir þetta? Og í dag, það er auðvitað þungu klefi í dag eftir síðasta leik, en þeir eru nokkuð fljótir að bónsa tilbaka, ef maður ætti orðað að þannig. Þeir sitja ekki á leiðindum á milli sín. Þeir eru fljótir að núllstilla sig og ég held að klefin sé bara í fínum málum. Við höfum ekkert rætt rosalega mikið en hérna Krúser náttúrulega fer fyrir nokkrum umferðum síðan yfir til Dusty, verður þjálfarið þar, var náttúrulega spilandi með Ármann. Heldur það sé blóðtaka að hafa mist hann? Ég myndi allavega í Dust 2. Ég held að hann hafi verið kollegur þeirra í Dust 2. Sem er ástæðan af hverju þeir voru hann bitlausir í Dust 2. Stór biti að missa, ég myndi segja það þannig. Já, 100% og náttúrulega það sem að hann hefur komið með inn í lið Dusty svona framan af, þá lítuðu gríðarlega vel út en hérna, ég held að Ármann hefði getað nýtt hann bara mjög vel ef hann væri ennþá í line-upinu. Algjörlega. Hins vegar Lambo, annar leikmaður sem þú þekkir ágætlega, sem að hefur stigið svona inn fyrir Krúser. Hefur staðið sem bara príðilega. Geðum ykkur roleplayer? Já, nákvæmlega. Bara geggjaður leikmaður yfir höfuð, sko. Þægilegt að spila með honum. Mjög svona rólegur yfir höfuð. Og bara skemmtilega típa til að vera með í leik. Er það svona leikmaður sem að Ármann þurfa inn í klefa sig? Svona rólegur? Já, ég held að hann jafnir þetta svolítið út, sko. Já, það ekki? Jú, ég held það. Því að... hann er svona svo ég. Ert þú rólegur? Ég dreif þetta tilbaka. Já, segi það. Sko, ef við tökum saman samt þarna, sko, típurna sem í sikkurleginu, Lava á móti Ármann, þetta er svona, ef við myndum hlusta á Teamspeakið eftir leikinn, þá er þetta allt öðruvísi. Allt öðruvísi, sko. Það er öskur og garg Ármanns megin. Ég held að það sé aðeins svona meira svona, já, það er 1 mitt. Já, ég held að það var bara nýbúið að valta yfir þig. Já, nákvæmlega. Spóla yfir þig. Mjög áhugavert í rauninni að við séum samt að fara í núg út af því að þarna, annað sem að þetta benda á er náttúrulega að þau eru mjög mismunandi svona spilastíla sem við fáum. Ármann miklu meira svona in your face, reyna að pússa og finna pikkinn mjög snemma og meðan Lava þeir finna kannski reyna í pikkinn mjög snemma, nýta úti mjög vel en frista rosa mikið í díföldri sínu. Rosa mikið. Það er Triple G aðferðafræðin, sko. Ég er hrifinn af henni. Já, ég líka. Ég meina að Lava hafi líka verið þekkti fyrir þetta svona þegar þeir voru náttúrulega vallega á algjörlega. Algjörlega. En hver er toppmærin minn? Ætli það sé Ovi. Það er rétt. Ég er að taka metið hans Dóa hérna og valti við það. Gjössamlega rústaði, en sjáum þetta opnurinnar, Ofvirkur á vappanum. Þegar hann er on, þá er hann að opna leiki fyrir Ármann. Algjörlega.
og þetta getur bara heldur betur borgað sig. 75,6 í ADR og 118 HPV rating. Vá, Þetta er bara rosalegt. rosalega tölur svona, sko. Það er spurning, er nývarandi búið? Er þið búin að skipta lið? Já. Það verðist vera Ármann í CT og við erum komin live í Cedar Creek, kjarnorkuverinu í Idaho, Iowa eða eitthvað í fylkjunum og það virðist vera að þeir sé allan að undirbúa sig fyrir þeir voru svona kynda fyrir vendroppuna Já, voru eitthvað Þannig að konin inn á gólfið, engin smókur fyrir viðbygginguna en bomban komin niður, retake, spilað inni einn á Spike og það er ekki Spike alls ekki Spike. Nú þýðir að vera mjög rólegur í retakeinu, gera það saman. Góður gæti verið stór hérna, hann er að pússa viðbygginguna, Triple G, risastór, komið 2 og Instant og Stals bæta í og djöfulli Góður ógeðslega svektur, hann kemur allt og seint í partíð og Búin að tölta alla þessa leið og fær ekki inn henni bita, sko. valhoppa og Vá. hann fær ekki pingu lítið vínabrauð. Flawless round. Nei, Spike Dó, fyrirgefum. Já, Spike Dó. Rosalega vel executað hjá Lava. Einfalt og þægilegt. Og komin á skátinn, Diglur og 5-7 rest. Gæti ykkur að vera mjög rólegt round hjá Lava. Já, eða hvað, Góður hérna dálítið þessi grensa, getur verið góð. Nei, líka 6 af Góður. Eitt sem er samt skemmtilegt að Hyperactive, hann er búinn að spila úti mikið og hann er búinn að nota sama one-wayin ansi oft. Já, Þannig að þetta getur verið séns fyrir smá anti-strat hjá Triple G. Vargur feikar hérna lokið en það er Stals sem sér við honum. Og já, frökinu eru bara öll að lenda megin. Utan að, já, Ofvirkur er búinn að ná einn. nú væri mikilvægt fyrir Ofvirk að halda þessum skátjamvel yfir í næsta round. Ef hann gæti, neða, einn maður kom í bakið. Það er Góður, hann er búinn að tölta aðra leið. Og hann finnur lyktina. Það er smá lyktana af Ofvirk, en finnur hann, það er 2-0. Já, lobbykröns hjá Ármanni. Já, þeir gera eitthvað saman. Þeim séð það rosa lítið og líka liðir eru búin að vera svo rosa passív að taka mótið í. Það er eiginlega erfitt að púlla. En Þrýrin. þeir eru að fara bara ekki henni gula. Þeir eru vel staðstir fyrir þetta. Flassi kemur þetta, Flassi er gott. Spike komið fyrsta, Lambo og Hundsi og Ofvirkur. Það er alltaf falla hérna. Stals nær að, Það er þessi klór í bakkan hérna. já, þann varð að gera það. Konum bombu, geta farið niður. 2-2. 2-2, Lambo, Lár. Margur er ennþá uspu. Hann getur ekki farið inn að ná í byssu. Hann fær bara heimsending. Það er hann gefins, ekkert vesen. Æi, tíma setur flassið ekki nógu vel og Stör blindar sjálfur og Góður með 2K og sendur okkur í 3-0. Vá. Þetta var leiðilegt. Já. Þetta tímasendingin ekki að vinna með Varg þarna. 3-0. Verður spurning hvernig Lava tækla úti á móti Ármanni þegar Ofvíð er komin á mappan. Ofvirkur var náttúrulega á móti Fylki alveg gjörsamlega sturlaður. Það var út allt og allstaðar. En það er spurning hvernig hann aftur að spila þetta. Sáu þarna Hyperactive. Nei, þetta er Ofvirkur í og Hyperactive. Það er bræðurinn sem er konum með fragg á Sikor. Spike eins og hann er að jafna þetta örlítið út en hann er einn eftir. Hann verður að gera skaða hérna bara. Já. Hann á með sér 5 í viðbót. Þá væri alveg golden. En Það gerir ekki. Ofvirkur réttum maður á réttum stað og það er ekki gott fyrir Lava ef hann er byrjaðar að lesa í leikinn svona vel strax. Nei, það er ekki góð sviti þegar Ofvirkur er heitur í byrjunleiks. Það er ekki það sem þú vilt sjá á skorbortinu. Já, ég meina það er betra að leyfa honum að skjóta sig í gang inn í leikinn en þegar hann er heitur allan tíman getur verið anskuðið mikið vesen. Ég myndi segja að þetta væri svona hæðsta skillsýlingið. Hvað er Hyperactive að gera? Þú sælir sér inn af! Já, ég er hrifinn að þessu. Þetta er ákveðið statement. Ekki einu sinni segja á þessu trefuna þessu. Jú. Þetta er alveg. Hann heyrir í okkur. Sko. Já, sett hann á drengur. Ætlaði hann að krossa niður eða inn í íþróttaðin.
annar viðbyggingarsmókur. Það er bara ekkert að vera að leita. Annar smókur, já, þetta er cross, þetta er yfir í íþrótta. Já. Myndi ég halda? Lítur út fyrir það. Reyna að íta eins í Hyper, sjá hvort að standi í lappirnar eða ekki. Hann er komið bróður sinna það upp í heaven með vappan. Væntanlega að horfa nákvæmlega í þetta angul sem að er í... En þeir eru alltaf bara að eignast íþrótta og vinna eitthvað í kringum það. Píka ekki með þessum flussum. Þarna kemur opnunin. Stals komið Hyper. Gat ekki beðið svona lengi. Þú veistu hvað óþægilegt að vita af terrum í íþrótta? Já, opna. Og tímasetningin er góð fyrir Instant. En já, nær fragginu. Það er góðir enda sem stelur því. Og Instant fær byssu. Droppar henni, nei, heldur henni. Já, það er allir lifandi á lava. Allir lifandi. Ég er ekki með gleraugun, sko. Þetta er orðið erfitt ránd fyrir Ármann hérna. Og þetta er svona eins og kirkislanga að kreista úr hvar þeir eiga að ná opnununum. Það var hérna man advantage. Það verður hund sig að ná Instant. Og það hann gert þá, hann breytir sig í ansið þægilegt. 2-2 með það, Varkunis var komin í viðbygginguna. Góter sér við honum 4-1. Og já, þeir hefðu getað náði vappan alltaf en já, meiri, jú, þeir hefðu getað náði honum. Nú er spurning hvort að Ármann kaupi þessi lítið hérna og ég peningi næsta rándi. Gruna það, já. Þægilega er gott kaupi næsta rándi frekar en að fullkaupa hennar. En að öllu líkindum 5-1 eftir þetta ránd. Það er rosalegt, svona í byrjun. Já, terrhálaugur 9-6. Já, það vortu mjög þægilegur sem terrir, 9-6. Stals að leita. Þannig sáum við nákvæmlega svona klassískt ránd. Þeir ná pikkinu, frista rosalega og púsa allir saman. Algjörlega. Og þetta er ekkert gert inn í stressir. Alls ekki. Það er bara að anda rólega og hafa gaman. Hann er komin í secretið og hann fær mollaðni í fjesið. Er hann að fara? Kíkinn, nei. Ákveður að sleppa því. Gapp í smóknum. Ef einhver, þá er það Hyper sem að finnur þessar rifur í smók. Einhverja glufur sem enginn sér. Já. Góter, hann kom með Tuki í þessu rándi. Og já, þeir eru ekki að fara að sleppa. Þannig að lapptakkanum. Nei, ekki verið þessu. 50 sek eftir, þetta er allir heimsins tímið. Já, þetta er hægt og rólega þrammaðir þetta niður secretið og ætla væntanlega að enda niðri með þessa bombu sem er á bakinu á Triple G, maður skjáltast ekki, jú. Þetta er ekki svo krúsjál að bara, þú veist, þegar þú ert komin í secretið, akkurat það sem að Lava eru núna, að sleppa ekki shift-takkanum og bara panika og strauja inn á B-sætið. Bara taka þér rólega og vinna saman. Algjör óþarfi, þeir geta kannski komið sér í stöður en þeir eru fleiri með betri byssur og miklu meira utility. Algjörlega. Vita líka að Stals í bak, það er mjög þægilegt að hafa hann að halda secret. Já, þurfa bara að halda þarna mentinu og fyrir fram að sig. Algjörlega. Þegar Varkur reyni að finna pikk hérna, fá byssu fyrir Lambo. Það væri þægilegt fyrir Lambo að þurfa ekki að fjárfesta í næsta rándi. Já. Sá Instantan? Ég er nokkuð vissum. Já, mér sýnist það svona á öllu. Já. Það er Lambo þarna samt fyrir ofan á, sko. Má ekki gleyma því, sko. Og Varkur finnur Instant eftir hauskot frá Lambo. Hann er væntanlega að fæ heimsendingu hérna á AK-num. Þetta er bara eins fullkomið úr þessu og gat orðið. Jón, í mikilvægu hlutina. Já. Þú ert mikill bílamaður. Mikill bílamaður. Ef þú ættir Lambo, hvernig var hann litin? Svartur. Hún er eins og sálinn. Svartur eins og sálinn? Já. Já, það er gott svar. Það held ég. En þú? Ég myndi fá hann Ferrari rauðan. Það er skrítið Ferrari rauður á Ég held Lambo. að það sé bannað með þessa. Já, það getur vel verið. Spike kom með Lambo hérna gennum smókinni í ískurhurinu. Þetta er stórt en ofvirkur svarar leið. Þetta er alltaf betri fyrir terrana samt. Alltaf. Það hegnast terrunum alltaf. Þegar einn er í CT og einn í terr, þá er terrin í betri stöðu. Varkur að finna tímasetningu og þetta getur verið stórt. Mjög mikilvægt. Og núna bara bakka, lifa, vera rólegir. Búinn að snúa sér. Ofvirkur kom með pikki líka. 2 á móti 4 núna.
Hundsi komið Triple G og það er instant. Allt í hennu einn eftir og ofvirkur. Já, það er þríkja og ofvirk. Já. Ægilegur. Mjög svo. Þetta, Nú nú rosalega mikilvægt fyrir Ármann að fara að safna einhverju rándum hérna. Já, strengja saman rándi sinn. Halda mönnum á lifandi og strengja þau saman. Lykillinn að velgenglinni. Það er náttúrulega keypt allt niður hjá Lava. Það verður að hóta. Það er svo að hóta. Byssun uppi en Stals nær Hundsægir út. Ventin eru opin en ákveða að fara með sæti. Eru tveir þar, instant með fyrsta. Vargur svarar en Stals með Varg. Þannig verður ofvirkur að hitta. Hefði geta breytt þessu í þægilegt 2v2 hérna en bræður munu berjast hér í ríteki. 2-3 flassið flýgur. Áhugavert þetta. Mjög svo áhugavert. Flott að sjálfa sig, sko, ég til í það. Ævindir ekki. Og það ætla bara að halda innirössi hjá Lava heldur betur að virka. Smá variation þar sem hefur komið gennum ískurhurina fyrst en og líka ekki á fyrsta tempóinu. Þeir taka aðeins rólega og síðan full keisla. Þetta er seinni bylgjan. Já, algjörlega. Ég held að Ármann hafi ekki átt von á því eftir að það kom ekki alveg strax. Það gargaði, svo öskraði ykkur. Fake! Og síðan fór allt í baklás þegar þeir komið síðan inn. 6-2 Lava svara og þetta er eins slæmt fyrir efnahægin og Ármann geta haft það en Vargur Eiga kaup. vel efnaður. Já. Eiga jafnvel kaup í næsta þótt að ég tapi hérna. Og þeir heldu 2. Já. Þegar ef þeir myndu halda 2 í þessu róndi líka þá eiga kaup í næsta róndi. Svona rétt rúmlega. Já, getur alltaf krist. Já. Kaup út sko. Það er ekki málið. Það er vonveginn. Það er vonveginn. Það er hrifin að þessu. Ef að þeir hafa einhvern tímann horft á leik í núk með Ármann. Ef ykkur tímann það er hratt úti þá núna. Vá. Heldur betur, þeir eru bara komnir í hellið þarna. Einn er að koma í heaven. Ofvirkur er með grey screen og já, Góter með gott entry þarna. Og þá verður allt rólegt. Það er bara að ná í gamla svefnpokann og tjaldið hans af að það er huggulegt. Er það svona ekki appelsínugult alltaf á leitinni? Jú, Já. það er rosalega appelsínugult. Held svona upplitað appelsínugult. Já, 100%. Stals er að koma í bakið á pussinu hjá Vargi. Sá hana í rassinn á honum. Stór rass á Varg líka, sko. Powerlifter, sko. Já, hann er það, sko. En instant finnur hann var lár. Hundsi svarar leið en instant. Þetta er rosalega skrítið ránd. Þetta er ákaflega skrítið. Lambo finnur hérna Góter, Stals í rífrakinu og þetta er það sem Lava gera best. Rífrak. Já, og Stals býst við honum við bendið. Bara glápa á það. 7-2. 7-2. Jú, já. Ármann eiga kaup. Ármann eiga kaup og Nú kemur Lobby-Krönsi eiginlega þori að fakta það, sko. ég meina, ég væri alveg til að sjá Varg og ofvirk bara pussa rampina það. Já, Bara, bara pússið eitthvað, prófa eitthvað nýtt. Já. Sækar ekki. ef við kíkjum aðeins yfir skorbortið, þá var það ofvirkur. Hann er með 9 frögg, 2 frögg hjá Ármann, 5 á Varg, 4 á Hyper og Hundsa og Lambo situr á þeim hinum einn. Stals að 2 frögg að Sörjörn 10 á honum, Góter á 9, Instant á 7, Spike á 4 og Triple G á 3 og ADR-ið. Hvar er ADR-ið? Vá, Stals. 123. 42 á Varg. Það er ekki mikið. Nei, þeir hafa svo sem ekki verið að vera eitthvað að kíkja á rampinn á Varginn. Nei, vissulega ekki. Hann er búinn að duglegur að sækja það samt. Já, Búinn að pússa rampinn. rosalega svona proaktiv leikmaður á rampinum. Alveg eins og þeir eiga að vera. En það er spurning sko, hvað ætti Ármann að gera hérna? Er það ekki bara að taka pússið og reyna í eitthvað play hérna? Jú, annarkvort að taka úti aggressíft, taka lobby, vel að pússa rampinn hart. Miðað við sko, þeir eru búin að sigra 2 í röð og fyrir það unnu Ármann 1 og síðan sigruðu Lava 2 í röð. Þá ættu Lava að sigra þetta ránd sko. Já. Ef við förum bara eftir mynstri. Þetta er bókinni Lambo. Verður að hitta þessu. Þetta er klúður. Já. Það var góð grensa á Það er bara GPS-nit á Hundsan hana, sko. Já. Finnir 46 HP, það er góð grensa. Já. Sér eitthvað Lava var að búast við pússinni hana. Þetta er reynslan, sko. Já.
Þarna hefði ég sem in-game leader verið alveg gargandi ef að Ármann hefðu pússað. Ef að Ármann hefði pússað. Já. En það er engin hlusta á þig. Nei. Það er nefnilega málið. Já. Eins og svo oft áður. Ákvæðir eru rosalega rólegir hérna. Og ég veit hvað þetta báfloss á rampinn og keyra. Aðeins að prófa að íta í varginn. En það er Ofvirkur sem er þar. Flassið er gott en skotið er betra. Þetta flass hittir aftur. Instant. Liggur í valnum og Ofvirkur er í stöðu til að gera eitthvað en Stals er hún niður. Long range Max 7 á Hundsa. Ekki fara að skila miklu en þeir eru allan að konu með gott man advantage hérna. Triple G. Komin á vappan. Hann er komin á vappan drengurinn. Þrefaldur þarf að búa til fröggina. Og hann hendur honum bara í næsta sveitafélag. Þetta Vill var ekki sjá þetta. alveg mest optimal casting ég séð á ævi minni. En Stals hann á 2 HP eftir þetta. Max segja að annarkot svíkur hún eða ekki. Stals nær að gera góða skaða Já. þarna til að loka þessu neillambo. Hann var næstu búinn að taka Max 7 í næsta round. Ég hef ekki keypt með Max 7 í einhverja ár. Fullkomið pattern. Ó, 3, já. 1, 2, 1, 2, 1. Nú ætti Lava að taka 2 round í röð. Já, bara vonandi ekki fyrir Ármann. Já, náttúrulega væri leiðilegt á Ármann aðdáandi. En inn fara er Lambo staurblindur en nær þetta fyrsta. Instant nær að svara. Lambo með 2, Hyper með 1 og Vel tekið á móti. Stals bara hjálpaði. Þess að kýtla á spækana með AK-unum sínum. það verður aðeins að kýtla hérna. Og nú er það bara damage control. Reyna að ná 1-2 killnum kannski væri stórt. Jafnvel ef það ná 1 killi þá verður þetta orðið doable. Spike samt mjög lár. Þeir ætla að stakka upp á gulásið og Stals virðist vera að fara þarna í Þessi ekki að búst upp í kattu. secretið. Já, búinn að búist upp í kattið. Lambo þar til staðar. Ótrúlegt hvað er mikil ró yfir þessu. Alveg sama hversu miklu advantage Ármann er í. Það er bara aktiv á gólfinu sem að tekur á mótið þeim og Lambo sem er upp í catwalkinu núna. Lambo sér Stals, klára Spike og krækir í 4. rándið. Risa ránd hjá Lambo. Já, Lambo á 4K. Já. Ef eitthvað tíma þá núna, vel gert. Skransa sig inn í 4. rándið. Og það er bara gamla góða sparið á lagamenn. Glokkið. Það eru 2 á glokkum, nei 3 á glokkum. Já. Þessi grensa tekur Lambo niður í 56 frá vini. Þetta er ákveði klúður, sko. Gott að það gera samt í þessu rándi. Já, vissulega. Það er gott að það séu ekki margir með deglur hjá Lava. Ætli þetta telji sem þarna utility damage eða? Vá. Það vona ég ekki. Æjæjæj. Nei, mér minnir að ég hafi aðtugað einhvern tímann. Ofvirkur farin að skjóta leirdúfur hérna úti. Auðveld frögg fyrir Hundsa og Kó af Niles í Spike og Instant. 1-2 eftir. Glock á Spike og P250 á Instant. Og Hundsi tapar Spike hana niður í 10 HP. Og ja, spurning. Frýtt frakk hér fyrir Instant og assist á Hundsa. Þetta telur. Þetta telur allt. Ofvirkur búinn að pussa úti. Hann heyrir í leikmanni sem fyrir rampin. Margur tekur hann ekki. Instant hins vegar ekki alveg búinn að gefast upp að gera skaða hérna. Ef hann er einu menn, þá er hann í helviti góðum málum. Gerir það hér. Ef einhver, þá Instant. Ef einhver þá Instant og leið, þá svarar Ofvirkur. En skaðin er gerður. Algjörlega. Þetta eru 3 byssur niður. Það þarf að rýbæja, droppa. Þessi taktikal pása hefur gert eitthvað fyrir Ármann. Er að aðeins náða að róa klefan og aðeins að koma tilbaka.
Brjóta ískur. Þess verið að kíkla þetta með að gera skaða í viðbyggingu. Byrjar að kondísjona ventdroppið. Næsta rándi eða þar næsta á fyrir eitthvað niður ventið. Hvað þýðir að kondísjona? Ég veit bara hvað það þýðir á ensku. Já, þýðir að gera eitthvað aftur og aftur þannig að þeir halda á þess að gera eitt síðan loksins gera eitthvað annað. Algjörlega. Þarna var bara IQ-ið mitt í þráðbeinnið, sko. Greindavísitalan. Já. Heitið það? Já, algjörlega. Ég veit það, sko. Já, er það greindavísitala samt? Greindarvísitala, já. Þykist vita, ég er með 53. Bara, það er mínus á mér, sko. Triple G tekur Hyperactive út og í millitíðinni sem við vorum að tala um greindavísitölur og að kondísjona þá einhvern veginn er Lava konun minn manni færri. Eins og það 3 leikmenn ennþá lifandi á 100 AP. 1 smoke, 1 flass, 1 grinu. Geta búið til að ágætist teikuð við þessu. Það er spurning alltaf spæk niður. Það er verið að halda því 2 uppi. Og þeir eru ekkert að gefa honum neitt mikið. Nei. Með gott setup inni. Skemmtilegt hold líka hjá Ármann. Þeir eru alveg tilbúinir að gefa Lava rampinn. Bara með mann niðri, mann í hell. Ég veit ekkert hvað er að gerast. Ekki hugmynd. 2 á móti 1, flassið, dynur, ofvirkur. Með 2 auðveld frögg og það er 7-6 og Ármann koma tilbaka með 4. rándið sitt í röð. Mikilvægt, mjög mikilvægt. Þetta hljóta Lava bara að taka 1 spar á kynniða og hlaupa í seinasta. Það er samt. Það er með. Það er að taka eitthvað inni popplay. Gruna það. Heyra greinilega í overkvarðana niður. Já, maður er ekkert að dylja það að maður er að fara það niður, sko. Grensan, en annars smóku sem Lambo. Síðan 2 popflös og góða. Hoppar þetta fram með smóknum, Lambo með fyrsta, með annan, Hundsi með instant. Stals er að klóra aðeins í bakkan, en Ofurkur klárar þetta 7-7. Lambo er svo hríðskotabissaðan upp á gula maður. Já, þetta er alltaf bara besta staðan til að taka móti Já, sem bara ever, sko. Algjörlega. En Ármann, allt í hennu komur í séns að sigra hálfleikinn og já, bara fyrir 6 rándum þá fannst mér það ekkert mögulegt. Nei, það var bara, það voru ekki mikla líkur á því. Þessi komandi út og staur blindur Lambo hér og Góter með 2-4 entry. Martinsson er að taka hérna tilbaka hérna á Vargur. Hann er bara á seinni ferðinni hérna. Og bara askvaðandi. Spike spotta hann, en gerði sér ekki grein fyrir því. Í 1 á móti 1 en Hyperactive með Spike og þar með er Hyperactive búinn að tryggja það að Ármann fara inn í seinni hálfleikinn. Já, allan með sigraðan síti hálfleik. Kíkjum að þessi við skorið hérna. Hvað er þetta? Ofvirkur komin á 17 frögg hérna. Búinn að standa sig fáránlega vel að ná í öll þessi frögg. Búinn að vera allur í öllu hjá Ármanni. Heldur betur. Spurning hvort það fyrir eftir að halda því farandi inn í terrorhálfleikinn. Gruna að klefinn væri örlítið betri á Ármanni eins og staðan er akkurat núna. Já, hljómar allan að mjög vel. Tóku eina taktíska, vinna hvað, 6 eða 7 rándir röð? Já, 5 eða ekki. Æ, ég veit það ekki. Fyrir að telja. Vargur með Góter rústar. Já. Engin niðri hjá Lava. Triple G kom með ofvirk. Þetta var lörkið sem að þau voru að leita af. Bomban fyrir það niður, Stals kom með Hyperactive. Vargur verður að vera stór hérna en ég bara taka allt og mikinn skaða. 2 í double door og þeir henda sér bara raklega. Það er opnað hurðina, Vargur er þetta instant en Stals með 2 Lambo senustur eftir. Og þar með eru Lava búin að tryggja sér sigur í fyrsta rándinu. Er þetta ekki bæði í fyrsta rándinu sem fóru til Lava? Jú, það er ég.
Hérna hljótuð að fara að sjá Force frá Ármannatæki. Það eru alla líkur á því. Taka allavega pislur, kannski 2-3 smóka, keir úti og niður eitthvað. Það gerðið 108 á Stals. Það er önnur taktísk pása hjá Ármanni, það ekki? Jú, það er Ármannsbegin búin með 2-4. Guð hjálpiði með þetta fyrir óvutæmi og þeir klára öll taktísku pásunar. Það væri ekki gott. Hvað ætli Funky sé að hvísla í eyrað Á Lava? Lava? Já, það er spurning. Einhverja fallega vögguvísu. Eins og Funky er innum lagið, sko. Já, ég meina hann er bara söngfugl. Algjörlega. Jæja. Frekar mikilvægt ránd fyrir bæði lið. Hyper á skápnum. Það er skrítið. Já, er þetta ekki vopn sem vanlega Hundsi og Ofvirkur taka? Jú. Hundsi er rosalega hrifinn að því, sérstaklega í svona sparándum, eða forsrándum. Já, algjörlega. En að þessu sinni fær hann dyklutar í henduna. Smúkur fyrir binguru. Og já, Spike fellur hér fyrir Vargi. Og einn leikmaður kemst niður í Secretið. Hann er búinn að finna eitthvað line-up bara. Hann var á YouTube í 3 tíma í morgun að finna eitthvað line-up til að spamma með skápnum hann í gegn. Vaknaði snemma. Já, rúmlega það. Hún sé að reyna að eitthvað spam hér. Stals hinum megin við hurðina. Þeir eru 3 innir. Það eru bara 2. Einn upp í heðan. Og þá finna þær endrið. Konur rampinn, Triple G. Það er Ofvirk hér niður. Rótið þarf að koma núna. Það mætti niður. Og það er Vargur sem að þeir mæta. Tímasettingin er bara of góð hér fyrir Varg. Og hann kom með sitt 3. þessu rándi. Þrefaldur núna bara neglunar að halda þessu famas. Já, hann gerir ekkert rosa mikið úr þessu allavega. Nei. Og þú vilt helst bara lifa og ekki vilt halda famasunum og reyna að gera eitthvað play í næsta rándi. Ármann komni aftur yfir. Já. Termin líka, setja pressu strax á Lava. En reynslan í báðum liðum, ég held að þið séu mjög róleg. Bæði lið, eins og staðan er ekkur núna. Triple G að fá nokkra þarna til sín. Fyrsta út, en þetta var frekar leiðilegt fyrir Triple G hérna. Ofvirkur fær heimsningu að AK hérna. Hvað gera Lava? Það er lobbykrans. Það er búin að segja þetta ofta, það er aldrei skeið. Þetta er 3. eða 4. skipti. Já. Það er spurning hvort að Lava svari hérna á framkvæmið það. Nei. Þetta er ástæðan fyrir ég hef ekki vera ingemlítir. Ég er bara ekki með á nóturum, það er nokkuð auðvitað. Smók, Veggur, Hundsi ætlar að læðast þetta inn í viðbyggingu. Nei, inn í íþrótta, en hann er að fá pláss fyrir það. Hitta á ágætis tímasetningu. Spike búinn að róta þetta niður. Þeir eru að fá í rauninni allt frítt hérna. Það er einnig kretir. Hundsi bara í fínum málum. Gótir verður eitthvað þessu. Gótir, hann hendi bara músinni hann í jörðina, held ég. Já. Hundsi slæmt Vargur og Hundsi klára hér af restina liðinu. Gótir loksins nær að klára Hundsa. En 10-8 Ármann eru heitir hér. Og það er annað spar hjá Lava. Já, þetta var fremur auðvelt rándana sem að gruna með að Lavamenn fari að svitna fljótlega. Já, það er náttúrulega gunránd í næsta rándi, þannig að eftir það ránd, ef það tapast,
þá byrjar að svitna. Já, þá efri vörin farin aðeins að titra. Já, hún var að titra á mér, sko. Já. Þú veist alveg hvernig ég sko. Já. Það bara má ekki blása vindur hjá þér. Má ekki blása vindur. Já, engan mótbyr á móti mér, takk. Nei. 16-0, 16-1 eru leikir sem eru þægilegir. Já. Skemmtilegt. Já, herru, þeir eru báðu megin. Já. Ánægði með þetta. Já, ég held að það séu eina liðin sem hafa púlað þetta. Mögulega Fylkir, ég er ekki alveg vissamt, en eitt af fáliðinu sem að gera hana turn. Þessar 2 turna. Algjörlega. Sem náttúrulega viðnefni okkar, turnandi 2. Jú. Meðalhæðin í stúdíónu hækkaði úr 1,65 kannski upp í 1,90 þegar ég kom. Þú ert að gefa Dóa þarna nokkra sentimetra með þessa. Já, ég ætla ekki að vera leiðilegur. Já, ég meina, þú veist, ég skal vera það þá. Sorry, Dói. Ítla vegið af góðum Dóa. Já. Hann er allan að koma hárið sitt tilbaka. Þetta er rosalega rólegt. Já, mjög rólegt, en eru komnir niður. 20 sekundur eftir, og þetta er ekki ármaður sem að ég þekki hérna. Nei, virðast náttúrulega... Þetta virðist vera allt annað lið sem er að mæta eftir þessa fyrstu taktísku pásu. Já. Þá hefur verið alveg rosaleg breyting á Ármanni. Algjörlega. Hver ætli hafi öskrað í pásunni? Ætli það hafi verið ofvirkur? Eða hundsi? Eða báðir? Eða vargur? Ég held að það sé vargur, sko. Já, það er líklegt. Vargur náttúrulega er að mæta hérna mönnum sem að hann var með í liði og hann vill ekki tapa á móti Spike, sko. Nei. Það er bara að skjóta allt sem hann sér. Stals, Nema Stals. Hundsa sem er skemmtilegt þríkja og undan því. Já, það voru loksins Gunnrand. 11-8 er staðan Ármann. Þeir eru komin á flug. Mikilvægt hérna fyrir Lava að vinna þetta rand. Rosalega mikilvægt. Þannig að koma sér hratt inn í lobbyið, en síðan eru þau bara að fara rakleiðis upp á þakið og ætla að molla og flassa. Molli vantarlega lendir ofan á gula, þannig að Stals þarf að færa sig. Vargur er búinn að læra eitthvað line upp á stöffi, ég ránaði með það. Tímir 2K, Stals með ofvirk, 2 eftir. Hyperaktiv nær rakkinu en lágur eru þeir og falla hér 11-9. Þetta var eins einfalt og ránd getur orðið. Algjörlega. Og rosalega mikilvægt. Þetta er ránd sem að Lava vildu sérstaklega mikið vinna. Góður banki sem var búinn að safnast upp samt Jón hjá Ármann, þannig að þeir náðu að kaupa og þá sérstaklega ofvirkur á vappanum. Algjörlega. Spurning hvort það er leifunum aðeins að leita hérna úti. Virðist vera að hoppa upp á silo. Vá. Því líka skaði. Allt damage í henni. Góður spottar hann að vappan upp á. Óheppileg tímasetningarna á utilityinu, en lágur eru þeir. Og Spike nær að molla. Vita núna 2 hærgreinur komnar. Þeir tæki í uppey og í burtu. Nei, það var halda áfram. Nei, þeir ætla bara að halda þessu áfram. Og Spike virðist vera svona dreifa fyrir sér að kíkja upp ventið, en Triple G ætti að vera öruggur hérna næstu svona 13 sekundnar, 12 sekundnar. Vargur bara að gefa honum klippingu henni gennum smókinn. Já, hann er bara náttúrulega hárasnirtir eins og margir vita í sínum frítíma. Jú. Ég ætla ekki Góður heyrir þetta. Hann heyrir þetta. Hlýtur að vera. Ef að Góður heyrir þetta ekki, þá er eitthvað að heyrnartólum hans. Þetta er playið sem að getur gert rándið og Góður hlýtur að vera búinn að miðla þessum upplýsingum. En sjáðu hvernig Lava er að staðsetja sig akkur núna. Þeir eru að bíða eftir vinnurinn á gólu er að horfa upp í katt. Og ofvirkur finnur Góður. Þetta enablar Hundsa instant verður að rótið að rampinum og það er einmanna leikmaður
inni. Spike nær einum, Lambo nær að svara, Stals með ofvirk og allt að falla hérna sjálft sig eða hvað. Margur nær að klóra í bakkan. Allt í einu Lambo einn eftir. Aðeins svo að fljótur að reyna að planta bombunni, instant refsar því. 11-10. Ætla að segja að fyrir overtime? Ekki einu svona segja. Nei, við erum alltaf til í overtime. Já, meiri séð til eða. Meiri CS. Og sjálfsögðu ekki gleyma því, Jón, að við hefum 2 leiki eftir. Ó, já. Og það nóg af CS-inn í kvöld. Náðu okkur í vasklas, eina Pringles-dollu og njótið því. Og muniði síðan að á morgun Black Adam í bíó. Ertu búinn að sjá hana? Herri, já. Góð. Fórstu án mín og Dóa? Nei, ég hef ekki séð hana. Við erum að fara í eitthvað bíó. Hún er í Smárabíó, eða ekki? Jú. Eru svona sessur fyrir Dóa? Til að hækka hann? Já, annars getur hann að sitja í fanginu á mér. Já, það er flott. Við erum lausnað með þær. Lausnað með þær, Já. heldur betur. Já. Það er rætt. Hyper vill komast hratt niður, alltaf, öllur rándum. Sem hann fær. Hann fær það og borgar ekkert með rosalega miklu HP fyrir það. Kemst niður með 40 HP og ná entry á Stals. Hættulegu leikur þarna. Hundsi! Akkúrat. Sestu, góter! Spæknar Hundsa. Mátti ekki miklu mun að Hundsiði hitt þessu líka. Já, dansa við djöfum núna. Feysa í deglunar. 4 á móti 4 hér. Hyperactive, hann er komin langt út rampinn. Kemst frítt niður. Veit hann af instant. Instant maður að svara. Heyra þetta. Hvað er Triple G að gera? Hann ætlaði að reyna að svara eftir að eftir að einhver var felldur. 2 á móti 3. Þetta er orðið rosalega doable roundinar. Þetta er heyra vel í sér þetta niðri. Sem hlýtur að því að hinn kemur ekki inn á rampinn og það er Spike. Hann lætur bara líki sér heyra, það er ekkert mál. Verður að hitta þessu skot og gera það. Instant komið 2, 1 á móti 1 hér. Og er Lár, hittir að segja grensu. Það er beint í kjarnorku sprengjuna í núk instant með 1 á móti 3. Því líkt play. Vá. Og þessi grena, þetta var bara með GPS-nitum. Já, grípur líka bara beint í grensuna. Þetta er reynsla. Já. 11. Vá. Vá. Ég átti ekki vona þessu í fyrrahleik þegar Lava voru komin vel yfir. Nei, alls ekki. Lava náttúrulega átti frábæran terrháleik svona, já, fremst í hálfleikinum. Já. Ná náttúrulega mjög snemma í 7 ránd, en síðan einhvern veginn komast Ármann inn í leikinn. En þessi grensa, ég held hún niður betri en ná að stoppa hér Varg og Co. að komast inn í sigurinn. Klassi kemur og þetta hefði búst, ég er að búast við meira svona sterku Flassi, alveg dundra lengst, nei, hann svona rétt svo svona upp. Hann hefur mistað aðeins svona framan að fingu gómanum í greið. Já, þetta rann. Já, ekki fyrir bestu menn. Já. Hvað? Þetta er rosalega eitthvað. Er að flakka á milli hvað er alltaf að gera hérna? Spike er væntanlega, hann er bara að fara að kalla allt sér clear úti. Það er bara rotate. Vá. Er Spike að fara að pussa þetta? Vá. Allt infoið í heiminum. Rétt missir af. Sér núna í. Sér ofvirk núna. Og þeir veit að nákvæmlega hvað er að gerast. Það er bara eftir þar að svara, en Spike er löngu farin í burtu. Instant á rampinum, það heyrist allt sem hann er að gera. Já. Instant er í vesinni. Miklu vesinni. Ó. Hann er búin að missa hann einum, sér þarna hinn, Lambo. En Spike er komin í rótetið. Allt múlíkt mann hér, Spike, og kom með 3K í rándinu. Hann er út allt. Með nýja Nike Freeskó alveg reimaða fast á sig og hleypur í kringum núkjana. Hann er sennilega bara með frönskum rennilás. Það er bara auðveldar að komast í þá, auðveldar að komast úr þeim og auðveldar að reyma þá. Já, reyma þá, er það málið? Já, þú veist, kallar maður ekki reyma, þú veist, þegar þú reymar franska rennilásinn, ertu bara, hvað kallar það? Ég bara
Vá. Aldrei pælt í því? Nei, Nei, ekki heldur. já, við reymum franska rennilósin hér. Já, það verður bara gert hérna í frá. Já. Ánægður með. Út mollið þetta. Grensan er góð. 29 HP farin af Vargi. Marko komið bara frítt niður. Já, Ótur veit það ekki. Lambo fallin, Triple G komið með hann. Ofvirkur leitar. Hundsi enn og aftur. Felli Góter og Vargur komið stals og þetta er allt í hennu komið í 4 á móti 3. Það er bara afleitt staðan fyrir Lava. Búin að gefa þeim rosalega mikið map control. Já, þetta er ekki staðan þú vilt verið á móti Pistol. Blessaður Triple G, Ofvirkur var bara komin inn á gólfið. Hvað er að gerast? Sko, missa útistasvæðið. Þeir eru ekki eins og með bombun á sig, sko. En instant eftir, aftur, á móti Pistolum. Það reynda konu með 4 byssur. Blessaður. Hvað er á seiði í þessu rándi? Hvað er á seiði í þessu leik? Ég skil ekki neitt. Með molla í höndinu líka. Heppilega með molla í höndinu og molla nýfir. Hvað í óskupunum er á seiði hérna? 12-12, þetta er allt í járnum. Það var svo skrítið ránd. Hvað gerist þarna? Hvernig, þú veist, einhvern veginn bara fellur allt. Þarna eiginlega bara vantar eitthvað communication, einhver kemst eitthvert sem einhver veit ekki og það fyrir einhvern veginn bara allt í baklás. Þau er alltaf fjandans, eins og maður segir. Góð er 184 í utility damage. Já, hann er að toppa serverinn í því. Ánægður með þetta. Hann gerði á 90 á stals. Ofvirkur, hann er að toppa flössin að vana. Já, lítið fjallað það núna á þessu sísoni en senastu 2 þá hefur hann Ofvirkur verið með flesta enemies flest. Menn eru víst ennþá að leikarina hvernig í ósköpunum hann fer að því. Já, hann kastaði bara eitthvað. Já, það ekki bara. Kaupið 2, kastaði með eitthvað og segir að ég er bestur í þessu. Ójá. Góter reynir sitt allra besta að krækja þessi hoppandi CSUT kill en allt kemur fyrir ekki. Stakka hann inn í Hundsi. Hann er búinn að flagga fleiri á diglunni heldur hann á AK-num en leitandi en það lítur allt út fyrir það að Ármann sé að komast í 13-12. Já, þið vilja ekki gefa hann eina byssur hérna. Alls ekki. Ofvirkur komið Triple G og stals einn eftir digla í höndunum. Haldrandi á 6. Haltrandi og hóstandi í mígreiniskasti líka sko. Já, bara allt saman. Bullandi vesinni. 13-12 og við erum að fara rakleiðis í kaup hjá Lava en kaupið það gæti verið fallegra. Það er Famas á Góter. Já, kaupa stöffið yfir byssur. Ég ánægði með þetta. Já, meira samt. Það vantar molla á 2-3 leikmenn sko. Já. Innfara þeir. Gerir þarna góðan skaða. Stals komið 2. Smókurinn er fyrir þannig að þeir komast ekki og bomban. Bomban liggur inni. Þetta er orðið vesen. Þetta er orðið rosa vesen núna. Ætla að klára ránd númer 25 fljótt af og komast í 14. rándið sitt en allt kemur fyrir ekki. Það er stoppað á. Nú þurfum við að finna út úr þessari Sudoku þraut hérna sem að Lava er búinn að henda í þá. Hvar eru þið niður komnir? Nákvæmlega, þeir eiga allavega smástöf. Þeir eiga 2 smóka, 2 molli, 2 flöss. Þeir gætu nýtt þetta en vilja frekar bara hann að trilla rólega og finna á. Við erum komin langt inn í Tetrisið. Það sér Vargur fyrsta. Hundsi komin í viðbygginguna. Finna hann Spike. Finnur Hundsa og þá er Ofvirkur einn eftir. Hann sleppur samt frítt inn. Já. Ég hefur ekki hugmynd þetta. Góter nær honum niður. Ég var hræddur í smástund. Aftur hitti Ofvirkur á tímasendingu út úr gula. Ótrúlegur. Aftur þurfa þeir samt að henda Stals eða einhver leikmanni á Famas. Já. En 13-13 staðan. AK í höndunum á öllum leikmenn Ármanns og kaupið er gott. Ójá, nýfi jafnur
leikur svona framalega. Já, algjörlega. Lava búinn að spila sig inn í hann og Ármann einnig, þannig að við minn svona comeback. 2007. rándið. Það er spurning, eru konur með gott map-control hérna úti? Eitt leikmaður en það er Secret. Hundsi kominn inn í gula. Spurning þetta Stals alltaf sækja það fragg. Náttúrulega hefur ekki hugmynd að hann sé þar. Hér getur Hyper hoppað í Kenny, hann getur farið neyri í viðbyggingu. Þetta er one way. Já, ó já. Nú er Hyper að klóra sér í hausnum. Bara hvar hef ég séð þennan? Ég sá hann í einhverju YouTube-myndbandi, en Hyperactive, hún er alveg sama. Þeir komast eins auðveldlega inn á innisætið og hægt er. Missi ekki mann. Ótrúlegt. Missa valla HP, bomba komið niður, smókur í heaven og instant. Hann þarf bara að halda, Spike líka. Já, það var í kollið hérna. Hlýtur að vera. Trúi ekki öðru. Já, ætli að instant reyni í myndsetæfið. Nei, færi það ekki. Ekki sjensaði núna. Getur gert skaða en Hundsi sér instant. Hann er hún í vendinu, það ekki? Nei, hann er komin upp í... Hann er komin í Secretið Spike. Ætti að halda byssu hérna, auðvitað. Hunds er að leita. En fellur hér. Og Lava taka timeout. Það er spurning hvort að við fáum þetta scoreboardið til að tjekka á því. Instant 25 frögg, ábyggilega hans besti leikur í smá tíma, 24 á Stals, en síðan kemur rosalega mikið bil, 13 á Spike, 13 á Goater, 14 á Triple G. Ofvirkur hinum meginn, tófrakasurinn, 28 á honum, Hundsi, 21, Vargur, 21, ábyggilega besti leikur Hundsa, 1 í deildinni, Lambo á 15 og Hyperactive á 12. Roleplayerarnir í lavaliðinu þurfa heldur betur að standa upp núna og gera betur hér. Goater, Triple G og Stals, nei ekki Stals, Spike fyrir ekki. Nú verður hann aðeins að rífa í gamla takta og leita að killunum. Já, það er spurning hvað að gera. Eini leikmæri sem er á byssu hérna er Spike. Það er að vera hlaupaskónum að leita að killunum. Og þeir eru í þessum víðisfræga. Það er eins og Ármann viti bara aðeins og hlaupa bara niður og ekkert þess. Já, það er bara, getur ekki bara búið til einhver stakkarna niðri eða? Spike komið byssu, þarna getur eitt leikmaður Lava komið og bara sótt hana, heimsending á henni. Það er ekkert kitt á Lava, þið verða svona nokkuð röskir að þessu. Það virkar ekki verið. Nei, alls ekki. Spike ætti bara að bakka, Triple G ætti hann á byssuna og þá fara allir sáttir heim. Já, eins áttur og ég geta orðið úr þessu. Heldur betur. En Ármann komnir í 15 ránd og þar með match point. 1 ránd enn og þeir sigra allan leikinn. Eftir bara arfa slæka byrjun í leiknum. Það myndi dálítið á þegar kjarnin var á hétt KR, þegar þeir gátt aldrei byrja að leikja, náðu heldur betur að klára þá. Algjörlega. Þannig að þeir hafi ekki connectað serverinn fyrir í svona 8. og 9. rándið, þá bara svona, já ok, heyrðu, við erum að spila hérna, þetta er upp á eitthvað. Ekki betra að fara að gera eitthvað hérna. Lava, seinasti sjans, 29. rándið, geta bara komið þessu núna í overtime. Og unnið í gegnum það. Það virðist vera aðeins meira svægi í skrefi Lava akkurat núna. Senda Goater mjög framalega úti. Þetta er eitthvað nýtt, við höfum ekki séð þetta áður, ekki hingað til. Ekki sem að ég hef tekið eftir allavega. Nei, alls ekki. Stals líka kominn með opnun á Lambo. Þetta fer beint á statspacið hans. Ó já. Sér ekki Goater þarna, en fellur hér fyrir Hyper, en skaðin er skefur.
4-2. Ofvirkur á vappanum. Leitar inni. Triple G smókar. Hér fellur hann fyrir ofvirk. Nú ætti hann að fara alveg á fullt skrif eða hvað. Það er búið til læti. Já, bróðið sinum að pússa. Leifa bróðið sinum að pússa. Ofvirkur að þannig einn eftir núna. 4-1. Bombar ætti að fara niður hérna. Instant ekki gráður. En Stals og Spike. Sjá hann. 15-14, Tommy. 15-14. Þetta byrja að lykta eins og tæma bara. Já, það er svona ákveðin kemur. Já. Ef að overtime væri lykt, hvernig lykt væri það? Svitalikt. Er það svitalikt? Já, 100%. Já. Svitin á öðru vörinni. Já. Hann er farin að smita. Jafnvel táfíla. Ég veit það ekki. Hvað myndir þú að segja? Táfíla, ég myndi segja að væri lykt af góðu andlitskremi. Já. Ég leið mér að finna lyktina framan úr aðeins. Það er andlitskremslykt. Já, ég veit. Nú er spenntur að vita hvernig hún er. Hér í ljóslæradeildinni þá hugsuðum húðun okkar. Ó, já. Ég er jafnvel með hann að tryggða. Já, TM. Já. Já, flott. Það er líka bara, þeim myndur að bjóða upp á það. Heitir á húð og lífsjúkdóma trygging. Já, er það ekki? Ég veit það Er ekki. það ekki eitthvað? Það er eitthvað örugglega. Smókarnir úti. 3 talsins og þeir ætla að fara inn í Kemur 1 plass. hausar þarna vinnin en ná samt fragginu. Bóter liggur í valnum og þarna er Spike bara algjörlega sofandi á verðinum. Þeir eru konum með 2 pick. Bara 3 fröggum frá því að sigra hér. Lava instant komin í stöðu til að neita hér Hellinu og Stals í heaven. Vargur það fyrir neðan, instant komið hyperaktiv. Instant farin að leita og já, hann finnur Varg líka. Þetta er nákvæmlega það sem varst að tala um, Jón. Algjörlega. Leita að fröggunum. En þá eru Stals og Triple G en instant búin að gera þetta þægilega. Stals komið Lambo, 2-2. Ofvirkur droppa niður. Stals er búin að lesa þetta og er komin á rampin en er eitthvað að efast um sig núna? Sko, ég er ekki einu með mús í höndunum og ég er stressaður. Stals verður að hitta þessu sprayi. Hann er svo særður þarna niðri. Triple G. Hvað er á seiði? Fingur á. Þetta á ekki vera hægt. Ármann á þessu rándi. Þetta er rándi sem þeir áttu aldrei að vinna. Ekki. Postplantur? Aldrei. Er þetta ekki að grínast? Þetta er bara CSGO í öllu sínu veldið þannig. Úff, maður. Tímasendingin ekki að falla með lava inn í lokin. Tímasendingin, bara... Með tímasendingin allt bara. Já, pingu breinfart þarna, en Já. allt í góðu. Já, allt í góðu. Já. Ok, sko. Já, Ármann ætlar að koma með sigurinn sinn, búinn að vera í smá pásu og senda lava í beint í kælingu eftir fjóra leika sigur svona göngu. Algjörlega. Og sem er allt saman jákvægt og gott, en ef við förum aðeins yfir leikinn, þetta byrja náttúrulega á því bara, þetta var allt að koma upp lava. Allt. Ég vinna pistol í terr til að byrja með og síðan var þetta eiginlega bara svona lava sagan framan af. Síðan kemur þetta tactical timeout hjá Ármann. Mikilvægt, mjög mikilvægt. Fleiri lið ættu að taka þetta og adopta þetta, nýta þetta betur eins og við sjáum hérna, þetta er bara þvílíkt sem þetta virkar ef þetta tekið á réttum tíma. Heldur betur, náðu að kæla leikmenn sem að stundum ofitna örlítið. Algjörlega. Aðeins svona, það er að bæta á vatnið og svona. Komin upp á háa séð og svona. En vissulega, þetta gengur vel hjá þeim, koma tilbaka, smá brasaðna í seinni hálfleik, en koma tilbaka strax í öðru rándi og byrja að hala inn rándum og loka þessu síðan á bara snildalegu þarna 2-2 sem var aðeins gefið þeim, en allt í lagi. Örlítið gefið þeim. Jón, sko, það var náttúrulega kritikal leikmaðurinn hjá Dói, því hann heitir náttúrulega Dói Kritikal. Og þetta er demantur, en ég get ekki notað það, það er alltaf hallarist. Það virkar ekki, sko. Nei. Það virkar ekki. Nei. Sko, þú lítur daldið út fyrir að vera þarna
bróðir Harry Potter, nei, skildur Harry Potter, þannig að ef ekki hafa eitthvað svona. Nei, Ron Weasley. Ron Weasley. Já. Þú gæti verið bróðir Ron Weasley. Ég tek á kassan. Eða tvíburanir. Þannig að, veit ég hvað heita. Voru tvíburar í myndunum? Ég man ekki hver heita. Nei, ekki heldur maður. Kærasta minn á eftir að vera mjög ómanað með mig. Þú ert að horfa á þetta aftur núna í kvöld. Allar myndinar. Það er svo langt, sko. En veldu galdramann leiksins? Ovi. Það ekki? Jú, 100%. Framan af bara að bjarga Ármanni. Bara trekki. Ná í opnanum með appanum. Stóð sér bara gríðarlega vel. Og þegar hann var í gangi, þá var hann heldur betur í gangi og var að krækja í 2K, opnanir, 3K og svo framvegis. Algjörlega. En Jón, það er Tension á móti Þór, en þú fær aðeins að anda núna út af því að við ætlum í örfáar auglýsingar og síðan fyrir við beint í næsta leik. Algjörlega. Þegar 1 millisekúnda skilur á milli lífs og dauða, skoðaðu úrvalið af leikjamúsum á elko.is. Flipstick is the brand. If you already heard about it, raise your hand. Winning is my signature, yeah, I ain't taking prisoners. To be a role model to kids, it just means so much. All the work and all the sacrifices are finally worth it. I ain't taking prisoners. Is this supposed to be scary? Get everybody out of here. Evil dies tonight. Father, are we safe here? Unless there is something to fear. Do it! Do you want to see my face? Hi, I'm Chucky. Wanna pray? Það er komið að við ætlum að spila lag hérna því að það er strákur sem hafði samband við okkur. Já. Kallar sig Hugo. Það var að detta reyndar á Spotify líka, bara í gærkvöld eða eitthvað. Við ætlum að spila þetta fyrir hann, þetta er geggjað lag. Þetta er drullur flott og það heitir Hvíl í friði. Þetta eru mjög ólíkir stólpar sem að skipta miklu máli þegar þú ætlar að reyna að vera successful tónlistarmaður. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. This is MasterChef back to win. There's someone from every season here. Step up a little bit or go home. No mistakes can be made. That is finale worthy. I've got you! You know where we are? We're gonna find a way back home together. More sinkholes are coming. You need to tell me what you know. The answer is inside that building. Does that mean there's a way out of here? I just want my family back. Innbústrygging TM bætir tjón á tölvum, lyklaborðum og sjónvörpum. TM. Hugsum í framtíð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur í ljósleiðaradeildina. 1 leikur búinn, 2 eftir og það er Tension Þór næst og við skulum fara rakleiðis í lið Tension.
Kapping, Tide, Hugo, Moshi og þetta Vicky, ekki Moshi og sveittur og já, það Moshi sem kemur nýr inn. Þetta eina skiptingin sem að hefur verið í deildinni. Algjörlega. Og ég spenntur fyrir henni. Þetta var líka svona eitthvað sem að þurfti held ég aðeins að breyta til með stöðuna hjá Tension í síðustu leikjum. Konum með 6 töp í röð og enginn þekkir þá tilfinningu betur en þú. Já, svona, jú, örugglega einhver. Já, en jú, þetta er alveg ömurlegt, sko. Ömurlegt að sitja á botninum og ná ekki að krækja í hennan fyrsta sigur, sko. Það er ömurlegt. Og án þess að taka frá þér, Jón, þá meira að segja finnst mér þeir hafa verið nærði að ná sér stig heldur en þið, sko. Ég er sammála. Þannig að þetta er bara ennþá verra, því þetta er svona pínlegt og eiginlega bara svona, af hverju ná þeir ekki að loka leikinu sínu? Það er góð pæling. Klefin, spurning, hvernig er hann? Já, eftir fyrstu 2-3 tapleikina. Einmitt. Það gæti legið svolítið mikið þar, sko. Hvert heldur að þetta fari í mappúlinu? Ancient eða Dust. Ancient eða Dust? Já, ég myndi alltaf það. Skulum spóla bara beint yfir í toppaninn. Hver heldur að toppmannin sé? Já, Tension, Tide. Nei. Það er Hugo. Hugo, ég held að hann sé einn af gaurunum sem, já, hann er með 24 opnarnir. Búin að vera þvílíkt öflugur. Eldheitur, hann er með strípur, hann með þetta. Já, ég fíla hann að gæja, alveg í bot, sko. Sko, meira og meira, langbesta tímabilið hans. Já. Og bara standa sig þvílíkt vel, gott ADR þrátt verið að vera búin að tapa öllum leikjunum og 1,10 í HLTV-rating. Fáránlega gott rating með að við 10 tapleiki. Nei, allar tapleikinu segja, ekki 10. Nákvæmlega, og sko, Vicky er náttúrulega farin út. Við vitum að Vicky er vappi. Já. Og mér fannst eins og Hugo var að grípa vappan meira og meira. Viljum við ekki hafa hann bara riffil og kapping á vappan eða eitthvað? Já, eða Moshi, nýi. Ég veit ekkert hvernig leikmaður það er. Ég veit að hann er með hátt sens, það er eina sem ég veit. Hátt sens, fullt af ílu og face it og já, velkomin til Íslands. Skilst að hann hafi búið í Bandaríkjunum. Nú, já, spennandi. Það verður gaman að sjá nýtt talent allavega. Heldur betur og Ísland enn og aftur að sanna sig að við fullt að góðum CS-byrjunum. Við förum beint yfir í lið Þórs. Enga breytingar, örlitlar breytingar á liði Þórs. Það er Myndigrís, Dabbe, Peter, Rín og Jón, en Rín er ekki í kvöld. Það er Delli. Það er Delli sem er í kvöld. Rín ákvað að sleppa þessum leik af ákveðnum ástæðum og já, inn kemur góðu maður, en mér langar að benda á eitt. Sko, Delli kemur inn, allt öðruvísi leikmaður. Allt öðruvísi, hann er bara með tvöfalt af bara súperglúa niðri. Á meðan Rín er með tvöfalt af teipaða niður, nei, ekki svo mikið. Hann er með vokkið, kontrólið og vaffið. Aðeins hægari. Örlítið. Líka hans róleri. Já, Delli er svolítið vildur. Já, vildur, sko. En skemmtileg leikmaður, engu að síður. Og sko, eitt sem ég langaði líka að benda á, þeir eru konir á smá sigurgöngu og þeir eru náttúrulega að fara að mæta núna Tension. Já. Eru þeir ekki bara að fara að labba inn í hann leik eins og þeir séu bara að labba inn í eina sænska fiku? Algjörlega. Ég vona svo innilega að Þór vanmeti Tension ekki. Því að þetta eru merkilega góði leikmenn í þessu liði. Merkigóðir. Eins og við sjáum statana bara eftir alla þessu tapleiki. Þetta er rosalega hittni leikmenn allir og já, ég vona bara að Þór vanmetið það ekki. Hvert heldur að við séum að fara á? Fáum bara vídeóið í gang núna. Ég er einmitt sammálaðir. Ég held að þetta sé að fara einmitt í Ancient, en ég held að Þór vilji ekki. Nei, ég held að þetta endi í Dust. Finnst það líklegt. Núk bannað Þór, Vertigo Núk, Inferno bannað Tension, Ancient bannað Þór og við erum að fara í Dust 2. Vel valið, Jón! Við fáum geðveikt mappina til að loka þessu, en eiga er ekki eftir að sakna Rín? Ég held það, í Dust. Það var Rín á B-inu. Solid spilar á B. Líka bara þarf svo lítið. Hann er með bara autosökun, með fullt utility-belti og hann er bara góður einn í alveg dágóðan tíma. Já. Hann hattar ekkert að reyna út í sínu horni á B-inu. Nei, bara alls ekki. Sko, ég held einmitt það sem er að fara að gerast er að Þór er að fara að sofa á sínu og
Þeir með ekki gera, þú varst að náttúrulega hæla það að fara að koma smá byrjandi báða vangi, konum með nýja leikmanninn sem virðist vera allan að hæfileikar ykkur leikmaður og Þórsara sé að fara að sofa verðinum, verið í sænsku fikunni með kanibólunar, kaffið og jordgúb tartar og bara chilla. Já. En ég meina þeir allan í mappinu sem þeir geta í rauninni daldið sofna á verðinum því þetta daldið puggy mapp. Já, hoppa upp á sjórti, fá sér gelgjufæði og kókibauk og rólegheit og það Akureyringar. Þetta var frábært. Ekki? Jú. Ég vissi það. Þú varst að googla þetta? Nei. Þurftir að spyrja vinn eða? Já, kannski. Áttu ykkur Akureyring sem við vinnuðin? Nei, ekki. Það var svona. Ferðarna samt á hverju ári til að spóla? Já, einu sinni ári. Spól. Spólið mig, jável. Spólið við á Akureyri. Við erum að fara í Dust 2. Ok. Hvar eru að fara að sjá Tension sigra þetta mapp? Þú veist, hvað þurfa þær að gera? Eitthvað nýtt. Eru búin að missa vappan sinn, náttúrulega. Þannig að þurfa að replacea það. Þú verður að hafa vappa í Dust 2. Já, ég held að playið verði að vera svolítið viltir, trilltir. Eitthvað nýtt. Mér finnst þið spila fyrir eitthvað rólega. Stundum ofrólega. Það er kannski bara mitt svona persónulega álit. Sáum líka Þór spila á móti Ármann í Dust 2 þar sem við gjörsamlega bara rústuðum á CT-setinu sínu og bara lokuðu algjörlega á. Það er ekki fyrir en að Ármann komist í CT sem að þeir komist á okkar skrið og voru þá með varg á vappanum og voru síðan með Ovi, náttúrulega. Algjörlega. Ekki taka neitt af Þór en Ármann voru bara þvílíkt lélegir í þeim leik. Jón, hver er toppmæður minn? Það næst besti Jón á landinu. Jón. Nei, það er Pítur. En ansi gott sjátt hana. 11 opnanir, það er 8,7 ADR og 1,20 í HLTV rating. Þeir eru með 1 loss á bakinu og ég meina, er Píteri þá ekki bara minnst menn sofnar og svo ofta Pítur? Minnst hann hafa verið í topp 5 af síðaspilurum íslenskum bara í nokkur ár. Er það ekki? Jú. Fór náttúrulega í smá pásu og við sáum hann ekki lengi vel. Kemur inn í síðan Þórsliðið á senasta tímabili og hérna bara sýndi og sannaði að hann er klárlega gaur sem að á bara heima í topp liði. Algjörlega. Og frá Akureyri. Þannig að Þór hittir heim. Og byrjaði í CT. Hefur þú einhvern valið terr í Dust 2? Já, ég viðurkenni það. Ég hef gert það. Þetta er náttúrulega bara sacrilege. Þetta er blasphemy. Eða blast for me, blast for you. Já, jável. En ákveðið að senda 2 bíðina snemma í fyrsta rándi. Myndigrís leipur upp miðju og það er Delli sem að opnar þetta. Það er ekki markareikningurinn, heldur fraggreikningurinn sem opnast strax í fyrsta rándi fyrir Della. Opnun á Della. Fínt svona ágæti skipting. Byrja á þessu. Já. Skipting. Næst besti Jón landsins bætir í sveittur. Liggur í valinu núna. Þetta er eins og var í vesinni. Þetta skítugt. Hvað sagðirðu? Var hann í vesinni? Nei, alls ekkert vesen. En Hugo klárar allan að býta. Tætt kom Myndigrís, Dabbi kom með Hugo. Þetta er allt í haus. Nefn að Dabbi ákveður að eyðileggja það með að taka Tætt einhvers staðar í hnéskelina en krækir í fyrsta rándið. Fyrir Þór! Já. Þetta er svona, maður mátti alveg búast við því. Velja CT væntanlega búin að skoða eitthvað pitstórland hjá Tension. Já, hvar er Tension að spila annars þar? Er það í ISA eða? Vittu eitthvað um það? Ég bara viðurkenni að ég þekki það ekki. Þekki það ekki, heldur. Það er Myndigrís á skátinum, er að hleypa þarna 2 leikmönnum framalega á shortið. Hugo kemur í seinni bylginu. Þeir eru 5 komnir á shortið. Dabbi í bullandi vesinni, nær einum niður. Ein grensa væri geggjuð hér. Hvað eru þeir að gera? Delli hittir. En klárað á hér. Það var ekki einu utility í kastaða þarna. Nei, af hverju að eyða því? Af hverju að eyða því? Bara að miða pisluna niður með byssuna sig úr með. Já. Það er ekki fínt að pipra það aðeins með grenum eða eitthvað? Það er yfirleitt betra sko. Já. Myndigrís heldur skátinum. Það er full AK-kaup hjá Tension. Og þeir eru út longið. Beint út. Ekkert vesen.
Sveittur og Mosi klára Jón hér og Dabbi, hann ákveður að hverfa þetta frá. En góð byrjun á fyrsta gunnáttinu. Mosi var mjög lár eftir þetta. Já, Tæt og Sveittur tóku einmitt líka alveg dágóðan skaða, en það er Míndigrið sem fara að undan það verkefni að halda. Hann gerir það vel, Kapping liggur í valnum, það eru 3 endarna en þeir eru ekki að sýna sig og eru svona hægt og rólega að átta sig á því að þeir eiga kannski ekki erindi í þetta eða hvað. Hugo, já, honum er alveg sama á þetta sem er skátt upp á alveg sama. Og bara askvaðandi fyrir hornið og já, strákar, ég sé þetta. Heldur betur. Og það er róa niður. Skiljið eftir á píinu, hann er búinn með mollan sinn. Sjá hvað Þórir byrjaði að efast. Einn maður komin í miðjuna. Dabbi komin á sjortið að gefa aðeins alveg. Hann spila bara retake. Delli er með fullt belti af utility hérna. Hann getur gert mjög góðan skada hérna. Það er line-up. Gamla góða line-upið. Ekki á bíl og núna vita er Molli sem kemur inn í brekkuna. Það Delli sé að öskra, hann vil flassi í gegnum þetta. Við gruna það. Einnig Gandalf, það er Dabbi. Náður að mollan út. Nei, þeir eru búin með allt sitt utility. Dabbi fær bara að sækja bombuna en það nær einu, menn Sveittur treytar honum beint tilbaka. Hvað ætlar að reyna? Ætlar hann að bústa þarna upp og gera það, en Hugo finnur Della og Peter og þar er fyrsta rándi fyrir Tension og mér fannst þetta var svona snirtilegt. Þetta var mjög snirtilegt hjá Tension. Já. En Þór voru einhvern veginn ekki on point. Nei. Svona aðeins að finna það sem er Della. Aðeins svona. Já. Það getur verið erfitt að breyta förstum leikreglum og fá nýja mann inn. Getur verið rosalega erfitt. Kannski ekki þegar að Delli líklegast búinn að spila. Vá! Gjössamlega jarðar Sveittan þarna. Dabbi nær þarna einum og allir er 3 á 3. Já, köllum þetta 2 á 3. Jón kemur hérna. Hann er búinn að trademarka sig sem næst besti Jón á Íslandi. Hver ætli þessi besti sé? Já, ég er nú sennilega einn hóvarustu maður landsins en ég myndi segja að það var ég. Ég veit bara 2 Jóna sem að spila CS. Já, það er hljóta nú að vera fleiri. Já, við erum nú djúvillig margir. Já. Er þetta ekki vinsælasta nafn á Íslandi eða? Já, eitthvað en þá eftir nú. Ég heiti þeim báðum, sko, Jón og Þór. Þeir eru svo original hana. Já. Kapping komi Jón. Delli verður að ná frakkinu upp úr þessu. Delli nær að sneika sér þarna frá. Númskur. Kapping er rosalega erfiður. Við erum svona einn á móti 2-3 klókur strákur. Það er það og er góður að leysa svona úr nákvæmlega svona og fer hárrétta leið í gegnum miðjuna. Enginn að valda þetta akkurat núna. Liggur ekki bomba fyrir utan bílubíð? Jú. Akkurat. Greiði leið af því og upp þessu þá hlýtur hann að vera frá bíð. Peter inn á bíð með skátt. Það er 2 hitt eða hitt hann í haus. Núna kemur rótið. Hann á annan molla. Þetta getur verið stórt. Peter sækir bara frakkið með uspunni. Wow. Hvað í ósköpunum? Já, Peter er að stempla sig inn. Þvílíkur maður. Já. Heyrðu. Hann er með AK. Ég heiti ekki skátskotinu mínu. Ég ætla að svæpa til vinstri hérna fram hjá mollanum og uspan í fjesi 2 svar. Já. Bara akkur ekki. Já, ég fíla það. Þetta er geggjað, sko. Ég finn eiginlega til með Mosi akkurát núna. Koma inn í stærstu deildina á Íslandi. Ekki búinn að vera að finna fragg. Gæti orðið þannig að verði stressaður. Nei, ég er væntanlega stressaður. Hræddur að hann finni ekki fraggið. Já, gera það hér. Tekur Dabba út Tæt og Mosi. Konum með nokkra en gott utility hana. Kapping situr á 1 HP. Hann er að liðast í sundur, drengurinn. Getur hún að bara tekið sér tíma og tekið gott retake hérna. Eiga smoke og 1 flass. Flassi var ekki nýtt í neitt samt. Bústa hér yfir. Sjá hvað það fyrir eitthvað. En Mosi kom með. Mosi kom með 2. Peter. Leið og ég kalla Mosi út, stígur hann upp.
Vá. Aftur ætlaði Peter að reyna að klötsa þetta með uspunni en allt kemur fyrir ekki. Glæsilegt double entry þarna á B-sætið sem skilar rándi númer 2 hér fyrir Tension. Jón, þarna verður B-vörðin að gera betur. Já. Núna held ég að Þór séu að sakna Rína aðeins. Já. Erfitt sæti að halda. Það verður að viðurkennast. Þetta er erfitt að halda, en samt sem áður. Þú er að stígu upp og ná þarna 2 fröggum, þeir eru 2 allavega. Nákvæmlega. Það er ekki middrótið sem á að bjarga ykkur. Það er verið að leika sig í miðunni. Aðeins svona að leika sér. Vita vappanum á kappingum, hann er lár. Þetta er 4 á móti 4. Og Moshi kom í Jón. Dalli leitar á skátinum. Við erum að róta þetta núna yfir á A-sætið. Eitt kemur í gennum shortið. Dalli að halda línuna það upp á sæt, en hittir að einn droppar á síðspónu. Pakki kemur, Moshi sækir fröggin og hann er allt inni komin í 7 frögg. Já, hann er að standa sér strákurinn. Byrja vel núna. Já. Leiðu þau kalla hann út. Já, þetta kallast caster curse, Jón. Þú mátt venjast því bara. Ég myndi ekki segja að þetta væri curse í þessum orðum allavega. Nei, svo sem ekki. Ekki þeirra menna að standa sér, sko. Það er bara alltaf gaman. Þetta er skemmtilegt að sjá. Já, ég hrifin að þessu. Já. Massi kemur hérna, fyrir ekki ofan í neðra, en flassa leikmenn sem eru aggressífir hérna upp. Nú vil ég heyra skemmtilegasta hljóði í CS. Lang skemmtilegasta hljóði í CS. Og maður að reyna að herma það eftir. Sér hann ekki nét? Neinu. Jú. Þarna. Tekinn. Mín ég er með grannar lappir, sko, en ekki svona grannar. Ég kýs að kalla þér ergodynamic, ekki... Aerodynamic. Aerodynamic. Já, það væri góður í formúlunni, sko. Já. Og það er stakk upp á sjórtinu. Það er gamla góða. Já, þetta virkar vonandi til að ná í einhverja byssu þarna, því að þeir eru í smá vesinni fjóraflega. Moshi kominn með Peter. Það er þeir að finna það og hann finnur þá. Situr á... 3K núna, 4K? Já, mér finnst þetta svolítið svona Moshi go hunt. Ætli hann tali íslensku ef hann bjó úti? Já, hlýtur að vera. Já, ég veit samt ekkert það. Nei, ég þekki náttúrulega sem hafa búið úti og þeir bara svona tala íslensku bara okkur veginn. Og Moshi kominn á 12 frögg núna. Nú var ég ekki að telja, var hann að eisa hérna? Ég veit, ég þarf eiginlega bara að fá staðfestingu á því. Ég veit hann á því 4, en náði hann 5. Ég fór ekki að fara með það. 4K, staðfest. Engin ás í fyrsta leikirna fyrir Moshi, en virkar eins og mjög solid pick-up hér fyrir Tension. Líta vel út, Delli eins og að komi Moshi. Það er heitasti maðurinn á serverinum. En grunar þá að það er einn búinn að sleppa úr lobbyinu. Það er sveittur. Það seti innur, en það er Nini Grís. Hann er bullandi vesinni þetta. Alltaf háa sinn, hoppaði upp yfir staur. Já, það er bara... Kannumst við þetta? Já, ég kannast ekki við þetta. Ég hoppa ekki neitt. Hér hoppa ég ekki. Nei, ekki drugl hér, takk. Tætt sá hann. 100%. Þarna er einfalt fragg. Virka bara ekki on point. Þeir bara að missa leikmenn fram hjá sér. Ekki að ná að halda sínum stöðum og virka bara óþægileg. Já. Og það er minn maður, Jón. Nafni. Leitar hér að 4K til að ná 4. rándinu fyrir Þórsara, en það kemur ekki hér. Sveittur finnur hann. Nei, ekki við Jón minn. Já, ekki BM hér. Aðeins að setja penning á augun og... Já, óskonum góða leiðar. Í undirheiminn þannig til í næsta rándi þegar hann respawnar. Það ekki? Allt í fínu. 5-3, Tension leiða hér og líta út fyrir að mun betri aðilinn. Algjörlega.
En gleymum ekki síðasta leik. Sá sem leiddi fyrri hálfleik lengst af. Endaðu að tapa. Heldur betur og já, það eru Diglurnar sem að syngja alltaf helst fyrir Þórsara. Moshi eins og að koma með einn, finnur ekki annan. Myndigrís búinn að skipta úr Diglunni í 5-7. Finnur hann að AK og Delli á Diglunni. Allt í einu, 4-2. Delli og Digla, the double D combo. Já. Myndigrís! Þetta hefði verið óþægilegt. Þetta, vá maður. Sveitur einn eftir. Grunar að Mini sé sveittur eftir akkurat þetta. Já, hann hefur bara... Af hverju kíkja menn ekkert hversu mörg skotir eiga eftir? Hann vanur að vera bara með 10 og það duga fyrir heilt ránd. Já, vissulega. Og síðan bara ríspóna hann með 10. Já, þetta ekkert vesen. Enga pening hér fyrir kaupi og Myndigrís komin á vappa. Og já, hinum einu kapping á einu slíku. Ætli að sé staðfest, skjálfest og þinglýst og allt það að kapping sé verið vappinn í tennisum. Ég þori ekki að vera með það. Já, ég væri miklu frekar til að sjá kapping á vappanum heldur en að eyða Hugo í það vappahlutverk og það sem hann búinn að standa sig mjög vel á riffil. Mér finnst ákvörðin meika bara mikið sens. Ég veit að kapping góður sekundur í vappi og ég meina, let's face it, Termin þarf ekki alltaf vappa. Nei, það þarf ekki. En vissulega mjög þægilegt í Dust 2, ég meina tökum bara Inferno sem dæmi, Nuke hana dæmi og þetta map sem mjög vinsæl í metinu náttúrulega í dag. Nákvæmlega. Vertigo líka, við vitum að Tension spila það. En ég bara að tellja upp mapirna á meðan Tension ná short-kontrollinu og flassa sér hérna inn. Eiga það núna alveg skuldlaust en á bíl býður eitt stykki Myndigrís. Hann með vappa, alveg eins og kapping, bara öðru eins og litinn. Og hann spenntur, mjög spenntur. Mjög spenntur og mollin klikkar. Hérna hefur fyrsta skotið. Sveittur liggur í valnum, hann komið með aðeins grinnra angul og skotið hérna, nei, gerir það ekki. Dabbi hins vegar í rampinu, nær að gera góðan skaða, komið 2K, Moshi og Hugo. Hvað næsti? Vappinn ekki búinn að fá að skjóta hérna hjá kapping, ennþá með 10 frögg, en þarna hittir það Peter. Hann fallinn og það er Myndigrís sem að krækir hérna í 3K til að loka þessu rándi. Þór farin að sína svona sína réttur hliðar. Miklu þórsleira ránd. Já, alveg. Þeir voru með stjórn á þessu, létt rotate og... Já, sem lætur maður bara að spyrja. Hinn rándin litur bara illa út. Já, bara bókstaflega illa. Það er ekkert að skafa neitt á því. Kapping takkaður. Ég er svo spenntur hérna. Þetta er svo spennandi þetta vappa-dúel í miðunni alltaf. Uppáldið mitt. Myndigrís eins og er að leita hérna. Flassi ekki. Ói! Þetta var skítugt! Vöðvaminnið að borga sig þarna þvílíkt. Flassaður í gegnum smoke. Og hann er búinn að taka 2 aðra leikmenn. Þetta er bara ekki hægt. Myndigrís allt í henni búinn að skjóta sig í gang. Hann er aðeins að stempla sig núna. Þetta ljótt. Ég er þá að jafna mig hérna. Já. Hás á morgun. Er það? Nei, ég vil þetta ekki. Svona gullbarkir. Já, ég passa upp á þetta eins og barnið mitt. Já. Komast þetta út miðju, kapping leiðir lestina. En þeir eru 2 á bíinn og þeir ætla bara að... Þeir eru svo lágir þarna, hann þarf bara að hitta 2 skotum á þá. Delli finnur núna Hugo. Bomba liggur í lobbyinu og Myndigrís, hann komið hana. Hann settist ofan á hana. Þess að ég ávist á bombu. Vappinn ekki að virka á kapping framan af. Nei, spurningum að bara nota gamla góða AK-setup hérna sjáum við aftur þetta skot á Moshi þegar hann fær flassið út miðjuna. Alla heldur betur rústaðum og hérna. Vá. Býtu, þetta var í gegnum smoke, flassaður og í gegnum hurð. Og að bakka. Guð minn almátt. Æ, þetta er vond. Ekki með tætt þarna. Þetta er vond, sko. Ég held að það er fátt verra en akkurat þegar maður horfir upp á þetta ske. Þú ert búinn að fjárfesta $300, þú veist nákvæmlega hvað það að gera og hann bara skoppar. Hann skoppar yfir mollan, sko. Það er ekki gott.
Já, Dabbi Sveiti kom með Peter, góður molli sem að stoppa þetta röss algjörlega og Jón, næstbesti Jón á Íslandi. Nei, ég er að pæla að henda yfir á Jóna, hann sé bara bestur. Jón allt í einu besti Jón á Íslandi. Já. Það er þetta 2K, það er að smóka þarna fyrir sig, hægilegu smók, en Kapping nær M4-unum út. Hvað er bomban? Delli eins og komin í toppmitt á Pálma. Hér er fyrsti og Myndigris delur öðrum, en enga síður 7-5. Allt í einu Þórsarar með berundi báða vangi, líta betur út, betri rotate, er að sækja stöðunar sínar og finna frökkin. Díselelin aðeins var hann að malla. Manstu hvað ég sagði á hann? Liðið sem að var að vinna early game. Já. Það tapaði í síðasta leik allavega. Var Moshi ekki á 12 frökkum bara fyrir 4 eða 5 rándum síðan? Ég held jafnvel 13. Það er aðeins búið að slakna á honum. Átti smá rispu. Ef við fyrirgefum. Það er á honum samt. 128. Lang efstur á serverinum. 1,30 í KT. Myndigris. Ja, hann er með ansi góða headshot% með að vera vappi. Já. Ætli frakkið á Moshi hafi líka verið í haus. Það geti vel verið, sko. Þá var hann með öll, þú veist, signalin sem koma þegar þú drifur ykkur. Hann bara tekkaði öll bóksin. Ánæði með þetta. Já. Akkur að vera aðeins á annað borð, en maður ætlaði ekki bara að gera þetta almennilega. Ég segi það. 7-5 er staðan. Það er kaup Kapping enn og aftur komin á vappan. Ekki mikið utility á decoy. Við hefum ekki séð mikið af decoy einhverju dóti í CSGO. Nei. Ég er notið örlítið. Það er hægt að utilisa það rosalega. Ef maður kann það og nennir að gera það. Sástu þegar að Monesi notaði hann í 2002? Nei. Spónaði sem Terri, kastaði decoy, leið og þessi grensa. Ekki. Kastaði decoyinu, fær boostið í miðunni og vappin hinum en hélt að hann væri búinn að skota. Okay, það er þetta mjög sniðugt. Það er mjög sniðugt, hann er sniðugur strákur. Já. Sveittur með entry, Kapping, það er double entry. Þetta er back to the basics. Nákvæmlega sama og var að virka þarna og þeir voru að sundur spila Þórsara hérna aðeins fyrir hálfleiknum. Þeir byrjaði að brúka aftur 3 á móti 5 núna. Já, akkur að breyta því sem hefur verið að virka. Já, akkur í ósköpum gerði það ekki fyrr. Já, nákvæmlega. Það er rosalega auðvelt að vera gáðar eftir á. Það er það. Delli sko. Hann hefur aldrei öskrað herra. Hentu Flossi. Delli kom með... Já, ósköpunum er í gangi í þessu rándi. Hvernig náðu Della að lifa svo lengi? En 7-6. Tension kom með fyrsta rándið sitt í 4 í röð. Mikilvægt að læsa síðust 2 hérna. Verða það. Já. Verða það. Algjörlega. Ég vantar eiginlega allan vind í bakið sem ég geta fyrir seinni hálfleik. En einhver síður þá sáum við á móti Ármann að Þórsarar voru ekkert rosalega beittir termi. Nei. Það er spurning hvort að Rín sé að ygla hjá Þór. Þannig að stjórna leikmörunum. Skilst að Myndigris sé að gera það, en einhver síður þá náttúrulega er Rín mjög reynslumikill spilari sem er gott að hafa í sínu pokahorni. Algjörlega. Myndigris leitar að frökkunum með það. Grensa kemur út, alveg staurblindur núna. Hann hyrði þessu. Hittir ekki þessu skoti, hittir fyrsta. Næsti nósumar Moshi! Nei, þetta var quickscope. Og hristi sér bara hausinn. Já, ekkert mál fyrir Kalla Myndigris. Ný. En það er tight og Kapping. 2 eftir, bomban liggur í neðra. Hann hausa hann. Hann var ekki að miða nála þausnum en byrjaði að lappa og þá fyrir sko. Það er að segja í þessum leik. Já, 8-6. Það er einhver Halloween draugur hérna í CSGO akkurat núna. Já. Það fara sem eitthvað á Halloween. Ég er að pæla yfir rauðþarður. Það er rauðþarður? Já. Akkur að breyta út af vananum. Já. Ég hef með grímu allan ársins ring, Tómi. Ég er spáð að spila CS og vera Edison. Já. Eða einhver aðeins betri CS en ég. Já. En að fá okkur sjálfströst. Þarftu ekki að leita langt í Kapping.
Ha? Það þarf ekki að leita langt yfir skamt. Já. Fyrirgefðu Tófi minn. Illa farið með. Já. Ég dreif þetta tilbaka. Ég særði þig. Ég sé það. En 5 á móti 4 núna. Og það bara aftur núna langið. Ekkert vesen. Það var að virka fyrir á. Verður að gera skada þetta. Alltaf hann að lifa. Peter komið 2, Dabbi með 1 og nú var Hugo 1 eftir. Láreran, Peter klára hann 9-6. Þórsarar ná að klára hálfleikinn og Moshi hann enda með 14. Tófrakar fyrir Tension en Þór. Já, það er Myndigri sem að tófraka þar 16 fyrir okkur honum. Úr 5-3 fyrir Tension. Já. Já, þetta er sárt fyrir Tension, menn 9-6. En farandinn í CT-áleikinn, eru þeir ekki ágætir í stöðu? Jú. Hún gæti verið verri? Gæti verið töluvert verri. Senda 2 sorti þetta. Já, síðan er þetta líka döst 2, það fyrirgefur alveg þokkalega mikið. Já, svo opið og... Já, minnst það hvorki CT nýja T-sided map. Moshi hausar hérna vel niður, komin í 26 og ákveða að bakka báðir. Myndigrís sá hérna leikmann aftast á sillu, sveittur sem er þar. Hann er að reyna að raka lokkana af honum hana yfir kassan. Það er verið að... Fallegu ljósu lokkana. Það er að gera þetta ágætlega að búa til pláss fyrir sína menn að þeim miðjunni. En samt sem áður þá eru þeir margir að fara að koma út miðið núna. Moshi á sítspunninu, hann ætlar að rakleiða sig gegn eða hvað. Nær því hér, nær Jón niður og sveittu komið Peter. Hann var Dabbi og Delli, 1-2 eftir. Kapping í óþægilegri stöðu. En það er treyst á síðasetuna. Já. Dabbi þarf bara að ná dollurum hérna. Reyna að fragga, fá pening fyrir næsta. Ekki séns fyrir hann að vinna þetta. Og Moshi klárar hann. Bæði, nei. Pistolondin fara sitt á hvað? Já, Þór unnu sitt herrpistól og... Nei, þarna... Jú. Þór vinna pistól og Tension vinna pistól. Myndigrís. Hann er í stuði í kvöld. Hann hefur gert þetta nokkur þúsund sinnum. Eina hápið sem að Delli missir af þessu var þegar hann fekk mollan í fjesið. Já, fljótur að bakka. Já, missir 1 hápið við það. Og svo komið Peter. Hvaða smók er þetta á sjórtinu? Þetta er eitthvað svona smá feilsmók. Smá feilsmóks eru. Það er bara trýtla að leifa Deglunum að finna pikkin. Finna pikkin. Og það er Moshi. Hann er inn á bíinu. Finnur hins vegar Dabba þar fyrir utan. Þeir sem kom ekki inn í lobbyið. Verður að lifa hér. Það er að kasta flassinu inn. Delli finnur Moshi. Það er Hugo sveittur. 1-2 eftir. Ná að krossa með Della yfir. 2 sem koma út af síðspunninu. Jón með fyrsta. Hugo. Það er rífrakkinu. Það er Hugo 1-2. Það eru byssur á báðan leikmönnum. Myndigrís að vissulega á skátinum en hann ekki lengur. 1-1. Delli. Hann er með armor og M4. Já. Svipar á OP. Hugo var að lappina og leiðilegasta sætið í leiknum til að ríteka. En Delli hefur betur. Það er 10-7 og hann er ánægður með það. Já. Hann hefur líklegast, ef ég þekki þetta alveg rétt, aðeins gargað hana. Já. Gamla góða LAN-jáið. LAN-jáið, já. Við veitum allir hvað LAN-jáið er. Já, 100%. Ég hef oft öskrað þetta. Okkri skjáltar sem að ég var rosalega jákvæður allavega. Já, ekki? Jú. Já. Moshi komin á sjortið, leitar af entrínu. Delli, hann ætlar ekki að falla fyrir þessu en það er kapping út en ekki Moshi. Moshi er búinn að bakka og seldi hann að kapping. Já. En það er ekki bara sniðut hjá Moshi. Moshi aktífur samt hérna. Reyndi pikk á sjortinu og droppaði beint honum í miðuna. Já. Hann er að reyna að
finna Sveittur komið 2. Það eru AK í hendurnar á Mosi og honum. Þetta allt í orðið hættulegt ránd. Jæja, næstu hættulegt ránd. Næstu hættulegt ránd. Og Mindgrís endar á 4K í þessu rándi. Hann heldur betur að sína og sanna að hann hefur spilað þetta map einu sinni eða tvisvar. 21 fragg á honum. Og til að mynda Peter með 9. Já. Ótrúlegt. Kalli heitur í dag. Já. Mindgrís nær að grilla þarna eitt ekki Hugo skóadýrið. Voru ekki skóareldar í skóadýrinu Hugo, myndinni? Jú, þetta er ekki. Það sé nú Aban er sikkur sagt núna sikkur einu hurðina. Það er kalla Mosi og Sveittan Abana sikkur sagt. Já. Þetta er frábær mynd. Ég hvet fólk sem ekki síðan að horfa á hana. Mjög skemmtileg barnamynd. Já, ég veit yfir hverju ég er að hafa sofna í kvöld. Já. Skóadýrinu Hugo. Frábær mynd. Ég er að horfa á hana aftur. Ég er búinn að horfa á hana síðan á leikskóla. Það er samt eitthvað svipað hér. Ég veit ekki á hverju mundi Aban er sikkur sagt. Þetta er lagið. Já, ætli það ekki. Þetta er 100% lagið, sko. Ég get ekki lært neitt en ég man alla texta. Það er óþolandi. Delli alveg gjörsamlega viðstöðulaus hérna og já, verður ná þessu fraggi samt en Kapping sér við honum. Hvernig nær hann ekki þessu fraggi? Sko, þetta er vesenið þegar maður er búinn að súpeglúa 2 holtar niður. Það getur verið vesen að stoppa. Já, einmitt. Dabbi svarar. Dabbi að bjarga þessu hæl. Smoking kemur hérna fyrir Mid2B. Góðu molli sem að ítir Kapping líka upp á. En það er Tide sem er bara komin inn í lobbyið. Komið gott off-angle og finnur Dabba. Þetta er 2 á móti 4. 4 tennisleikmenn sem fá að taka retake-ina. No of utility. En vissulega á B sem er gríðarlega erfitt að retake. Já, heldur betur. Þetta er bara... Jón verður að ná Tide-inn út því að þetta er... Já, Jón einn eftir. Það er það fyrsta. Reynir í lobbyið en Kapping sér við honum. Þetta byrjaði að vera spennandi. Já. En síðan eiginlegur Kapping þetta. Kapping. Vel gert. 12-8 Þór ennþá í forystu. Tennisson ætlaði að gera þetta leik. Já, og ég meina þeim til varnar þá hafa þeir breytt eiginlega flestum leikjum í mjög spennandi leiki. Já, vissulega. Hefur bara ekki verið að finna sigrana. Getur verið bras. Þetta er nokkra tapi. Hvað voru þetta margir tapleikir í röð, Jón? Hjá þér? Hjá mér? Já. Ég vil ekki muna það. Já, kannski búin að gleyma þessu bara. Já, það er allt í góð. Ég er búinn að blokka ákveðin part af mínu CS-ferli út og þetta er svo sannarlega einn af þeim pörtum. Já. En þetta er svona. Mindgrís liggur í valnum hér. Löngu búið eftir að hann telli. Já. Nær þessu fraggi. Svingflassar hérna en ekkert fylgir. Ákveður að smóka ekki Mid2B-ið en Dabbi kom með Sveittan. Ef þeir velja A-sætið þá eru þeir að fara Kapping sem er að halda longinu hérna en Kapping finnur Dabba. Þeir móti þeim núna vita af Hugo á sítbúinu núna. Við erum búin að heyri honum en... Þið sáðu þetta ekki? Tide að bjarga þeim hér, Peter! Einn á móti Kapping. Það er vappi í höndunum á Kapping. Það þarf að bíða. Hvað er ánægði með þetta play á Peter? En Kapping, hann sá þetta. En það? Hann hlýtur að hafa séð þetta. Þvílíkt jiggle pick hjá Peter og bjargar þessu fyrir Þórsara. Tide, mjög tætt frá því að landa þessu á 3K en Peter, hann er bara eitthvað annað þegar kemur í svona... Hann er með, balls of steel. Já. Í þessum situationum. Já, bara hann er svo skemmtilegur að finna eitthvað svona... Hann veit hvað að gerast í kringu sig án þess að vita, þú veist, 100%. Já,
hann áða líka til að gera fólk mjög svona óþægilegt í fætunum eins og akkurat þarna. Skrítið Jiggle Peak. Já, alveg djúft Jiggle Peak fyrir Vappan sem að gæti mögulega að hafa náð skotinu en samt sem áður gerir þetta einstaklega vel. Toppmaðurinn að skína hérna. Já, það var þetta ekki bara vel valið? Jú. Vissulega ekki toppfrakkarinn en heldur betur að skila þessum 14 fröggum í bankan og þau eru mikilvæg. Algjörlega. Það sem var annað Jiggle Peak, það C-setan á tætt og hann þarf að bakka þetta. Þetta fyrsta en klára klippuna. Nómur skotir þessi C-setu og allt í einu 4 frögg komin til Þórs og þetta hlýtur að vera 14. rándið. Það var einhvers konar kraftaverk fyrir Kapping að sigra þetta með uspu. Já. Ekki einu sinni Black Adam geti sigrað þetta. Nei, sannlega ekki. Hann er í bíó. Já. 14-8. Búið að frekar spennandi leikur. Mér finnst þetta ekki vera 14-8 leikur einhvern veginn. Nei, og svo fyndið þegar maður talar þetta. Fólk skilur ekki alveg hvað maður á við þegar svona, já, þeir unnu 14-8 en samt var þetta ekki 14-8 leikur. Nei. Þetta er leikur sem er búinn að vera back and forth. Algjörlega. En Þórsarar einhvern veginn, þú veist, eru inn í honum en samt búið að vera klöts og skemmtileg moment. Já. Myndigrís á Vappanum að leita hér af Mosi sem er í miðunni. Tekur hérna við grensu, 29 hátti niður. Hvað ætli Mosi sé í sens? Ég myndi segja svona 800 DP og 2,3. Ég held að sé meira. Heldur það? Já. Ég held að sé bang on the money á mér, sko. Það geti verið, sko. Mér rámar einhvern veginn í að hann hafi postað einhverju klippu af sér. Það sem hann var með bara eitthvað absúrd mikið í sens. Hann titraði. Já. Og hann titraði hérna akkurat núna þegar Þór er að keyra inn á sætið. Swingflash fyrir Sveittan, hann nýtir það ekki. Myndigrís er að glápa á það. Nei, hætti núna. 3 sem er að koma í gennum 11 hérna. Sveittunar einum, Jón nær í frakkinu. 3-3 núna, Mosi er að verða ná frakkinu og gera það hér. Allt í einu er Jón, besti Jón Íslands að enda niður bombunni. Ég held að það sé á 3K meira segja. Ég held að það sé búin að fella 3. Finnur Kapping, en Kapping gerir það eina rétta í stuðin að halda longlínunni bara. Já, silkislagur. Tension krækja sér í 9. rándið sitt. Þannig gerir Mosi með þess að aðeins betur en hann þarna, já, hefði átt að gera. Þannig er þarna 2K frá CT rampinum sem er erfið stað til að ná í frögg frá. En 14-9 staðan, nægur peningur hins vegar á Þórsurum til að halda þessu áfram inn í fleiri ránd. Og með þess að Myndigrís nóg fyrir Vappa. Mikið að mollur sem dynja þarna. Ég langaði rosalega mikið að finna þetta pick. Heldur betur. Og nú er það bara að standa í lappinnar hjá Tension. Og sé að þetta leikast að eldur hana. Já, Peter er að komast að í hvað það er. Þetta er eitthvað staða sem þú vilt alls ekki deyja í sem CT. Þú vilt ekki deyja í miðunni þannig. Nei, alls ekki. Það var alltaf að rotate nálagt og það er hent þetta sveitt upp á CT spónið í boostið. Það er til smókur sem lókar þetta af en efast að honum verið kastað hérna late round. Mér er samt eitthvað vafasamt við að bústa manni með famas upp á þetta. Já, vildur þú frekar fá Mosi með M4A1? Já, ég meina það sjást ekki tracers og það er aðeins þægilega, sko. Algjörlega. Það heit að læsa B-sætur í hérna. Mér ekki þess að treysta á flikkið. Sem að brennur Sveittan hérna. Og Mosi mollin sprettar. Og ná að minnka hérna örlítið í CT-liðinu. Og þeir vita ekkert að því að Sveittur hafi hoppað þannig hinum meginn við. Nei, alls ekki.
Heyrði kannski Og hann heyrir þetta allt saman. Hlýtur að koma rótið hérna hvað og hverju. Þeir eru að búast við því að einhver sé að halda miðinu. Það er enginn að halda miðinu núna. Hún hérna kemur rótiðið. Tætt að vera stór, nær það fyrsta, nær öðrum. Tætt með 4. Tætt að vera stór hér. Og það er ace. Já, það held ég. Tætt að sína hvaða mann hann hefur í geima hérna. Eitt þægilegasta ace sem ég sé. Já, þetta var ekkert vesen. Það er bara snirtilegt. 14-10. Þossarar ekki alveg með pening til að bakka upp hérna stórt kaup, en það eru 2 skátar á Jón og Myndigrís. Jón að sjálfsögðu var vappin hjá Exi eftir að Myndigrís fór frá þeim á senstu leiktíð til Vallega. Já. Vel að mynda vopn með einu stykki skópa og Dabbi á 1 HP eftir grensu. Tjönkaðist það niður, alveg vel. Og hann líka bara droppaði pistunum sinni. Það er bara með glokk núna að bíða. Já, hann droppaði henni bara á Peter eða Della eða eitthvað. Eitthvað bara. Já. Önnur grensa. Það er að gera rosalega skaða hérna, þessar greinur hjá Tension. Ná short-controlinu, en ég er ansið hrættur að fleiri utilities sé að fara að dynja hérna yfir Terrana. Já, ekki fleiri greinur. Jón, þetta sveittan. Jón frakkar ekki Kapping sem kemst hérna undan og frakkar Jón. 4 á móti 4 með skítlár Dabbi hérna glokku sem nær einhvern veginn að lifa samt mjög lengi með að við. Já. Toppmaðurinn að skína hana í langgrifjunni. Hugo. Læsa þessu fallega. 14-11. Ekki bara ammælistæðurinn minn, heldur líka skorið í leiknum. Já. Ég minnst alltaf á það. Ég er ánægður með það. Ég ammæli 27. nóvember. Já. Getum við farið á overtime og fengið einhvern veginn? Nei, það virkar. Nei. Það er næstu því. Ekki sem næstu því. Það er ekki fræðilegu möguleiki að fá 26-11. Jú, í kennslunum minni. Já, ekki CS. Nei, jú. Skori. Kill, já. Skori. Kill og death, já. Já. Er einhver með 26? Engin með 26. Nei. 23-16, ég geti sætt mig við það. Já. Já. Það er sveittur með endri hérna á Peter. Og akkurat núna eru Þórsarar að leita svörum. Þeir eru ekki búin að samfara þetta svona í senasta rándi. Nei, ég held að þið séu líka ekkert stressaður yfir þessu. Ekki ennþá. Nei. Új, erðu? Hnífur á Hungin í bakið. 3 á móti 4 akkurat núna, en það er sveittur í Gandalf. Það sér hérna í rassin á Dabba. Myndigrís hins vegar komið Moshi, ennþá leikmaður í Gandalf. Og það er tætt á síðspunni sem klárar hann 14-12. Og Þór þetta í spar. Jável, pistlu kaup eitthvað. Er þetta fyrsta mappið sem að Tension vinna í deildinni? Líta vel út. Já. Það er okkur svona meðbyr með þeim núna. Þeir hafa lítið verður út. Morðað þannig? Já. En hafa þeir lítið betur út? Það er spurningin. Það má rífast um það, sko. Það er Moshi sem er komin á vappa. Þeir eru 2 á shortinu. Einn að spila Andi. Annar með línuna og það er Moshi sem að tekur Myndigrís úr myndinni. Hérna komið brampinn hérna, sítirampinn, en Moshi með annan. Jón með Moshi, Jón með 2! Hugo liggur í valnum, Delli kom með sveittan. Þetta er allt í einu 3 á móti 2! Þetta er orðið vesen. Dabbi búinn að sé vappa. Þetta er orðið rosalega mikið vesen núna fyrir Tension. Og Dabbi kom með Kapping, tætt 1 eftir á móti 3. Allt í einu... Hvernig gerist þetta? Ég bara á ekki orð. Dabbi kom með 2K á vappanum. Ég held þetta var ekki séns fyrir Þórsara. Ég held að þetta var bara unnið ránd fyrir Tension, bara átó. Þeir voru svo vel staðsettir. 2 upp á shortinu, 1 á CT-spóninu, en einhvern veginn hittaði bara öllum frökkunum. Já. Jón opnaði þetta alveg glæsilega með tiklunni hana. Jón með 2K. Jón 2K? Já. Það er kannski Nick.
Þú skrifar þetta niður. Ég er búinn að. Hann Delli rípikaði Vappan. Já, honum er alveg sama. Já, slétt sama, tekur líka kapping niður þarna 85 HP. Reikni velinn. Verður að hitta þessu skotisand sem kapping. Já. Þetta eru skotir sem vilt ekki vera að missa það. Þetta eru einföldu killin sem þú verður bara að ná í. Já, algjörlega. Peter hann að sneaky bíki í miðjunni. Það er spurning. Mosi á Vappanum, hann er á bíun að róta þetta yfir á miðjuna. Peter búinn að finna yfir að rosa glöfu þannig hann í smókin. Já, það er kapping sem finnir dabba. Þetta er ekki kemur hérna. Hann hittir þessum tveimur, mjög mikilvægt. Gríðarlega mikilvægt. Hugo í vesinni. Já, næra bakka, góðu molli sem að neita þeim að komast. Hann er ekki eyða einu á smóknu sínum, þannig að reifa hann upp og hætti síðan bara við. Delli með sveittan, hún var 3-3. Jón með Hugo. Er þetta seinasta rándið okkar? Mosi, nýji maðurinn, fellur hér fyrir Jón og það er 16-12. Þvílíkur leikur samt. Þetta var miklu meira spennandi leikur en þetta leit út fyrir að vera á blaði. Þetta leit ekki út fyrir að vera 16-12 leikur. Nei, og þetta er náttúrulega vísa sem við segjum rosalega oft, en þetta var bara skemmtilegur leikur. Algjörlega. Ljósleiðardeildin ekki að svíkja núna. Nei, alls ekki. Alls ekki. En Jón. Já. Hver var galdramæður leiksins? Mini. En það ekki? Jú. Mosi var með jafnmörg frögg og hann. Já. Hvernig fannst þér hann? Bara þvílík byrjun á tímabili hjá nýju manni í deildinni. Lítur vel út. Já, mjög. Bara ákaflega vel á sig viki fyrir hann og góðar viðbætur fyrir lið Tension sem að vantaði svona feskan blæ í sitt lið og algjörlega geta mögulega krækt þessi sigur núna í fyrstu svona round robin sem við erum að fara að spila. Konum með 7 tapleiki samt núna. Ég held að það sé á pari við Kortenegi hérna árið. Já, það er slæmt. Já, það er það. En ég get ekki útskýrta hversu mikilvægt það er fyrir Mosi að byrja svona sterkt í deildinni. Já. Hann fer inn í næsta leik ekki stressaður, þegar hann veit að hann getur hangið í þessum gaurum. Já, svo hann sýndi. Bara meir en hangið, hann var bara virkilega solid. Já, en síðan Þór díselvélinn byrjaði að malla. Byrjuðu hægt. Byrjuðu mjög hægt. Já, mjög. Við getum alveg farið inn á það, þú veist, að þeir litu bara í alvörinu bara illa út til að byrja með og við vorum bara sammála um það. Algjörlega. Í rauninni að þetta var einhvern veginn þórslið sem var bara, ég veit ekki hvort það verið kaldir eða ekki búin að ræða svona hvernig þeir ætla að spila þetta, en þeir bara litu ekki vel út svona fyrstu kannski 10 rándin. Algjörlega. Eða svona í kringum 8. rándi þá einhvern veginn svona small eitthvað og duttu í gang. Og þá byrjaði einhvern veginn að hitta skoturinn sínu spreyjunum, taka réttar ákvarðanir, róteituð betur og svo framvegis. Algjörlega. Siglu sigur hjá Þórsurum, en Jón, þú ert ekki farin heim alveg strax. Það er Fylkir viðstöðu sem er næsti leikur. Þú kannast vel við nokkra leikmenn í viðstöðuleginu. Fyrst ætlum við að kíkja á örfáar auglýsingar. Þegar 1 millisekúnda skilur á milli lífs og dauða, skoðaðu úrvalið af leikjamúsum á elko.is. Flipstick is the brand. If you already heard about it, raise your hand. Winning is my signature, yeah, I ain't taking prisoners. To be a role model to my kids, it just means so much. All the work and all the sacrifices are finally worth it. I ain't taking prisoners. Evil dies tonight. Father, are we safe here? Unless there is something to fear. Do it! Do it! Do you want to see my face? Hi, I'm Chucky. Wanna pray? Það er komið að við ætlum að spila lag hérna því að það er strákur sem hefði samband við okkur. Já.
kallar sig Hugo. Það var að detta reyndar á Spotify líka, bara í gærkvöldi eða eitthvað. Við ætlum að spila þetta fyrir hana, þetta er geggjað lag. Þetta drullur flott og það heitir Hvíl í friði. Þetta eru mjög ólíkir stólpar sem að skipta miklu máli þegar þú ætlar að reyna að vera successful tónlistarmaður. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. This is MasterChef back to win. There's someone from every season here. Step up a little bit or go home. No mistakes can be made. That is finale worthy. I got you. You know where we are? We're gonna find a way back home together. More sinkholes are coming. You need to tell me what you know. The answer is inside that building. Does that mean there's a way out of here? I just want my family back. Innbústrygging TM bætir tjón á tölvum, lyklaborðum og sjónvörpum. TM. Hugsum í framtíð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur. 50. kvöld, það 3 leikir á ljósleiðaradeildinni. Núna 7. umferðin klárast á þessum leik. Það Fylkir viðstöðu og við ætlum bara beint að kíkja á lið Fylkis. Það Snær, Birnir, Lefluff, Eiki 47 og Gvendur og já, hvað sem við getum sagt um þetta lið, það annað lið sem búin að spila rosalega close og skemmtilega leiki trekk í trekk. Algjörlega. Fóru náttúrulega í fjórfaldan overtime móti Dusty 28-26, tapa því. Erum með 1 sigur á móti Tension í overtime leik, töpum móti Nú í þreföldum overtime í Núk. Þetta overtime liðið og tapa síðan 6-1. Já. Það eitthvað. Þeir voru bara hreint og beint lélegir í þeim leik. Já. Ekki þetta að skafa því. Það bara þannig. En já, sko. Þetta snýst allt þessa leikmenn sem eru þarna. Einn í miðinni og einn vinstra með hann. Það Birnir og Lefluff. Liðið bara þeir. Akkurat. Vissulega, þú veist, Snær átti náttúrulega frábæran leik á móti Dusty, Eiki 47 líka og Gvendur búin að vera góður á tímabili en samt sem áður þessi 2 gaurar, þetta eru gaurarnir sem þurfa að krækja í sigur á móti viðstöðu. Algjörlega. Í leiknum á móti Sögu, það voru Lefluff og Birnir á móti Sögu. Já. Hinir voru bara ekki á server. Já, það verður að segjast að oft á tíðum þá í þessum tapleikjum þá hafa þessir 2, Birnir og Lefluff, verið að stíga upp og hinir verða bara að fylgja og þannig þetta í rauninni að þeir verða að ná í frökkin líka. Þetta snýst að ná því. Algjörlega. Ef að sama lið mætir í kvöld hjá Fylki og gerði það á móti Dusty, þá verður þetta mjög skemmtilegur leikur. Hygglust. Hver toppmaðurinn minn? Lefluff. Rétt. Þú veist að busta. Já, hann á ekki séns í þetta. 28 opnaðir. Hann einn af þeim sem eru að toppa þetta. 28 entry. Það rosalegt. Það sturlað mikið með að hann búinn að spila 7 leiki akkurat núna. Nei, hann búinn að spila 6 leiki akkurat núna og 5 af þeim eru búinn að tapast. Já. Vissulega í overtime og hann búinn að spila mikið á overtime leikjum en samt sem áður. Þetta undirstrikar bara hversu mikilvægur hann fyrir liðið. Hann með 1,14 í HLTV rating líka. Algjörlega. Þetta bara fárlega góði startar á honum. Já. Hann að sjá eins og síðu það? Já.
Þetta er maður sem lígur ekki upp á sjálfsagt. Nei. Við skulum hafa það á hreinu. Maður orðað sinna, sko, þetta er bara þvílíkur leikmaður sem að Leflöf er. Já. Ég heyrði einhvers staðar í viðtali við Bjarna, minnum mig, að þetta væri einna betri in-game líturum landsins. Já, ég meina hann að sína það á sanna og skemmtilegt líka að þessi tveir strákar þeir fóru náttúrulega úr Dusty og eru núna komið með hvað Fylki og nú og bæði liðin að standa sig mjög vel á móti Dusty mitt nú að sjálfsög unna í þriðdagsleiknum og Fylki náttúrulega fara með þá mjög nálægt í nú þannig að eitthvað hafi verið að læra þarna í bleiku og svörtu treyjunum. Algjörlega. En það er samt eitthvað að spila móti gömlum liðsfélögum. Maður einhvern veginn veit hvað ég gera, hvernig bregðast við ákveðnum aðstæðum. Já. Gæti hjálpaði maður aðeins. Heldur betur. Já. En hitt lið, við skulum kíkja á lið Viðstöðu. Þessa menn þekkir ansi vel. Blaster, Klassi, Alle, Seni og Tony. Er Tony að spila í kvöld? Já, það verið störa. Það er helviti skemmtilegt. Það er helviti skemmtilegt. Já, þetta lið, bara einstaklingsframlagið í þessu liði er virkilega gott. En hafa ekki verið að sína það? Já, þeir byrja vissulega betur í ár heldur en í fyrra. Allavega kjarninn, þar að segja Blaster og Seni, í þessari deild byrja töluvert betur. Já. Heldur en í fyrra. Það er greinilegt að ég, Sneaky og Hyper höfum verið vandamál í fyrra. Ja, tveir af þessum gaurin sem áðast að nefna er allan ekki liði, þannig að eitthvað vandamál er. Ármann er að ganga ágætlega, ég minna þeir sýndu það áðan. Það hlýtur að vera þú og Sneaky? Já, aðalega Sneaky. Já, ég vil eiginlega meina að Sneaky hafi meira segja verið á tímabili best leikmærin. Það var bara einn leikmær eftir Jón. Þetta er bara miskilningur. Nei, ég bara, sorry yfir, smá djók. Ég veit það ekki, þetta var ekki að virka okkur fyrra. Já. Það er bara svo það er. Þetta er gömul tugga í rauninni og við vorum að hamra mikið á þessu og það var erfitt að krækja í þetta en ég meina Viðstöðin og núna strax konum með 2 sigurleiki, einn á móti Sögu, einn á móti Tension þannig að þessi 2 leikmenn eru allan að standa sig aðeins betur heldur en restin og við förum bara yfir leikmannahópinn. Blaster, frábær einstaklingur, Klassi einnig, spilaði eins minna og við sáum minna á honum en það sem að vera á þessu tímabili, frábær. Alle, gömul tugga, mjög góður. Mjög góður. Hefur ekki verið að sína það? Alls ekki. Nákvæmlega punkturinn sem við förum inn á. Seni sína það miklu meira á þessu tímabili hversu góður hann er heldur en hann var á senasta. Ég meina Tony, við vitum að hann er frábær leikmaður. Virkilega góður. Á blaði ætti þetta lið að challengea miklu herra. Já, algjörlega. En þeir tapa naumlega á móti Þór sem eru búin að standa sig fárlega vel. Já, vissulega. En í þeim leik vantaði einn leikmann sem er kannski ekki þetta sækast við, fólk á sína slæmu daga. Hver er toppmaðurinn minn? Blaster. Rétt. Sjáuði mannin. Vel flúraður, 29 opnarir, 89,5 í ADR, 1,24 í HLTV rating. Lang efstur að mér skilst rétt af öllum í sínu liði. Einhvern veginn kemur lítið óvart. Með fullri virðingu fyrir hinnum spilurunum í liðinu. Jón, hvert eru að fara? Í hvað mapp eru að fara? For old time's sake, hann vonaði sem að fara í Mirage. Við erum 100% að fara í Ancient. Nei, við erum að fara í Mirage! Sko? Ég fæ allt í kvöld. Allt. Þú ert súkkulaði hérna inn í þessu stúdíói. Þetta er svo gott. Vá, hvað þetta er kunnuleg. Vá, þú ratar í þessu mappi. Já. Ég sjáu alveg hvað aðeins er. Ég þekki það. Já, þú þekkir það. Ég rata á B-inu. Já. En talandi um B, það virðist að Viðstöðu þeir vilja líka fara á B. Herðu, býtu. Er einn að hlaupa í undirpass, hann bakkar svo upp í B-húsi og síðan straujaður út. Gæti það verið? Er þetta eitthvað sem þú varst kannski að... Það gæti mögulega bara verið að ég hafi fundið þetta upp fyrir okkar menn. Jæja. Nei, hann bakkar ekki upp í B-húsi. Þá veistu nákvæmlega hvað er að fara að gerast núna. Það er smókur á sjortinu, Seni, Stör, blindur hérna á Blastinu svo nær honum. Leflöf með rífrakið á Blaster verða að finna hérna frögginn. Og það er Snær sem nær 2K. Alle, allavega nær að klóra í barkan hérna á... Í barkan? Í barkan, já. Bakkan. Þvottavél á barkan. Já. Það er hnífur. Ískaldur. Hann sér eftir þessu örgulega. En samt ekki. Nei, samt ekki. Hann er verið hlægjandi. Hann á 3 HP sko. Já. Eftir hann. Mjög tæft. B-röðsið, gamla góða, hann virkar ekki í þetta skiptið.
Þetta var svona B-rush, þetta var svona sælkera B-rush. Þetta var silent með smoke shortið og einn í underpass. Já. Ef ykkur vantar pistol, ringið í mig. Ég selði þau ódýrt. Alle! Jarðar hann alveg Fluff. Það sagði hann bara setjast og leið Fluff settist. Já, hann settist algjörlega niður. Það er að bíða eftir rándi nr. 3 til að fá að gera eitthvað meira. Og nú sita Fylkir mögulega í súpunni. Rótetið komir hérna yfir á A-ið. Bomban þar. Þá ekki. Þeir eru að fara að bíða eftir Blaster hérna. Hann er alltaf að labba upp tengið og sjá hvort hann finni eitthvað á A-inu. Finni eitthvað frítt. Smókurinn kemur hérna. Þetta er smókur fyrir tengið. Þeir reynir að beita út rótetið. En þeir sita sem fastast. Eiki nærna fyrst að klára rosalega mörg en það koma 3 viðstöðufraggarna í röð. Það gengur á. Snær nær einum en Alle jarðar hann og eru við ekki að fara að sjá viðstöðu hér rúlla með þetta. Þetta er Miraslið. Þetta er Miraslið, sko, það má ekki glemma því. Guð hjálpi. Ég held að öllum leikmönnum í viðstöðu líði rosalega vel í þessu mappi. Eins óþægilegt og þetta mappi er fyrir suma, þá er einhver heimavöldur hjá þeim. Viðstöðan sjálfsögur búinir að spila Miras Einarsson á móti Ármann rétt töpuði. Já, mjög tæpuleikur. Litu líka hræðilega út termein, en kannski búin að finna eitthvað út úr þessu. Þetta er frábæri sítimein. Algjörlega. Blastið komið entri og Snæ á B-inu. Rótetið komið frá Fluff. En Blaster pikka upp bombuna og hann ætlar að fara rakleiðis yfir að A-inu. Eru með svona þægilegt mid-control, Alle upp í Delpan og ætlar að finna eitthvað leikmann í shortinu. Birnir, hvað Birnir fær að skjóta mörgum skotum á hann. Ekkert smá. Hann bakkar með þessa, hann lifir. Hann skellir. Tony. Ha? Tony að daga 2. Ha? Tony með 2K. Ha? Þetta er klúður. Þetta vinnur svo sannlega með Fylki. Þeir eru brósand undan eyrum núna. Hvernig í óskupunum gerist þetta? Skal lofa því að Blaster hoppaði fyrir greinuna hans Tony. Skal lofa því. Já, lítur út fyrir það. Þetta kemur fyrir á bestu bæjum. Já, þú sann tímkillaðir og drafst sjálfa þig einn í grensu, sko. Já, þetta er ákveðin fórnun. Já, þetta er ábyggilega Blaster að kenna. Gætir reyndar ekki gest fyrir betri menn. Þú veist, það eru nokkrir sem að myndi algjörlega trublast, sko. Já, nefnilega. En Alle finnur Birnir. Ég er ennþá að ná mér eftir þetta örgl, sko. Heppnir viðstöðum en að Fylkir hafi ekki náðu að kapitalisa á þessum grenu killu hjá Tony. Já. En þetta hefði hæglega orðið Fylkisvond. Alle Fluff allavega komið klassi. Gæti orðið ennþá. Senior, tútak og fragg. En hérna alltaf... Hæpur. Já, Fluff bakkar bara. Vill ekki með þetta. Þetta er uppi í terspólun náðu í byssu þar. Já, hann virðist verið allavega... Hann finnur lyktin af AK liggjandi á jörðinni. Já, hann finnur lyktin af tveim... Jafnvel Alla líka. Alle finnur Fluff. Viðstu 2-1. En dýrránd en viðstu áttu vona á. Sko í alvörun, þegar ég sá þetta upp í skorborðinu, ég þurfti að lesa úr þessu og þegar þetta sess svo sjaldan að ég gerði mér ekki alveg fyllilega grein fyrir því hvað átti sér staðan. Nei, þetta er nefnilega... Maður á aldrei vona á akkurat þessu. Hvernig? Af hverju náðu við þessu ekki? Þetta hefði verið brilljant. Þetta getur farið í eitthvað highlight-vídeó hérna. Já, vel. Blaster, komið entry. Birnir, komið súsinn. The Zeus legacy continues. Hjá Fylkir. Senni komið Fluff. Vendur fyrir Tony og þá er Birnir einn eftir. Hann er með AK í höndunum. Var sko að enda við að súsa eitt leikmann. Hann er skellir hlægjandi. Já, hann er ennþá að hlæja. En finnur þarna Seni. Hann er að gera þetta dýrt. Heldur betur. Getur núna farið að terspóninu og fundið næsta pick. Ef hann er því að þetta voruð rosalega dýrt fyrir viðstöðu. Vil ekki missa annan mann hérna.
Hér hann ágæti skaða, en það að koma sér undan 2 konur í top mid. Birnir einhvern veginn að smegja sér út fyrir þessu. Þetta bara rosalegt. Já. Líka með mjög þrönga línu. Gæti fengið einn. Nei. Upp og sí. Og fellir hérna Blaster. Birnir gerði bara mjög vel að taka 3 þarna. Sjáum við peningin hjá viðstöðu. Þeir eru í vesinni. Verða að vinna þetta ránd. Smókur í snæper og þetta lítur bara út fyrir að röst B. Það er first round. Einn í miðjun að gera læti. Mikið langar með að sjá playbookina hjá viðstöðu. Það er svona rúli yfir hana. Sjá hvað geta bóðið upp á með að við hvort drengi. Mollin endur hann á svölunum. Snær að lifa hér. Mollar einn en nær ekki gera meiri skaða í þessu rondi. Gvendur smókaðir út. Þarna verður Snær bara að gera betur. Algjörlega. B-maðurinn verður að taka nefnir 2. Allavega. Já, vel 3. Eða taka 1 og lifa. 1 og lifa. Og lifa í backsætara lengi og býðir. Það er ekki það sem hann gerði. En rándið ekki ennþá búið. 4-3 minna retake. 3-3 núna. Byrning kom með Alle. Byrning kom með Blaster. Og allt í einu Seni. 1 eftir. Leipir hann að leikmunum frá og er hittur hér. Þar frögginn nær því ekki. Og gott retake hér frá Fylki. En náður þessu til Fuse. Þetta er mjög tæft náði í. Já, náð því. Illa að spila hjá viðstöðu hérna afturplant. Bara vel, ekki illa að spila. Heldur vel spila hjá Fylki. Já, minnst það. Þetta var bara, þetta læddist upp á okkur. Já. Mér finnst þetta einhvern veginn vera svona unnið ránd fyrir viðstöðu. Sem þetta svo sannarlega var ekki. Smókum droppað hér. Það virðist vera smókur á A-sætið. Eitt sem kemur á flassa muna. Þá að vera eitthvað fake. Og síðan skellaði sér í default smókana. Fjólubláðu maðurinn okkar í ramp. Tony. Ekki í... Hann hefur líklegast heyrt í Tony brennaðana. Já, það kemur ekki óvart. Minnst Fylkir hallast svona tölvöld meira aðeinu á mínum aftur. Blaster komið Eika. Birnir er að svara á. Hérna þurfa það bara að lifa. Lifa fyrir retakið og ekki mögulega að gefa þeim CT-spónið þetta. Þið verður að hitta þetta stótum. Finnur hann, Gvendur eins og nær Seni hérna, en í kjölfar af því að þeir fá ekki seedspónið þá ætlar að ná jungle sem er mjög góð staða til að ná, sérstaklega í ljósið þess að þeir plöntuðu fyrir framann trippbúlu það ekki. Komið Snærli Fluff, komið Alla, 2-2 minna, Tony er lár. Og Tony tekur hérna fyrsta. Fluff ætla bara að halda þessu inni, hann er með hitt, en það er planta fyrir aftan. Af hverju held ég að ég held þetta væri fyrir framann. Fylkir krækja sér í þetta ránd. Já, vel spilað Fylki. Mjög vel spilað. Allt niður okkur hérna, Jón. Já. Það er kannski ekki við. Nei, kannski ekki við. Það er kannski viðstuð sem að... Já, mér finnst það líklega. Það var einhvern veginn svona að manni fannst 2 unnin ránd núna í röð. Já, 2 ránd unnin og rándi fyrir það á grensast þeir 2. Þetta er magnað. Já. Við erum aðeins yfir scoreboardið. Það er technical pause. Technical pause. Já. Hvað er að? Já, hvað er að þegar allt er að? Já, það er að skipta eitthvað inn á serverunum. Já. Það var að skipta kannski, ég veit ekki. Grenur. Grensur, já. Ekki gera team damage, kannski. Nei, Tony þarf að fá sér líf- og sjúkdómatryggingu. Frá TM. Já. Þetta má ekki skeða. Nei, alls ekki. En hér sjáum við ADR á Birni. Hann er með 173. Hann er búinn að vera allt í öllu þarna. 130 á Alle sem er efstur hinum megin, en 95 máli Fluff. En við erum náttúrulega bara komið með 6 ránd. Ekki mikið. Leikur rétt að byrja. Molli í
tengið. Fluff komin á vappan, hann hefur sjálfsögðu verið að brúka hann gríðalega mikið og já, verið að ganga gríðalega vel með hann. Já. Það er rosa þægilegt að spila vappa líka í Miradas. Með svo ótrúlega mikið af engulum sem hún getur leikið með. Algjörlega. Gvendur komið alla. Nær hann að bakka hér, já, nær því. Birnir komið klassi. En Blaster svarar. Ekki áður en að hann tekið Tony á AK-unum. Birnir mögulega ekki að búast til þessu. Seni bara rakleiðis bakkar. Tony líka hann að ofan í. Nei, hann ætlar að halda sinni stöðu og leyfa Seni bara ná í bombuna. Þetta það mátti ekki miklu mun var Snær. tæft. Það við séð hann. Gott pönn. Já. Snær komið með Seni og já, það er Tony sem að svara leið. Það er að ná í bombuna. Ef einhver vinnur 1v2, þá er það Tony. Þetta er hérna aftan á, feikar plantið, kíkir á CT, veit að enginn er til staðar þar. Það er Fluff sem er á vappanum og Gvendur, hann er hálfur. Fluff klárar Tony. Vel spilaði fylki hérna. Já, taka enga sensa. Nei. Þetta er einhvern veginn búið að vera mjög örugt svona. Þegar maður horfir á rítekin hjá þeim. Já, rítekin líta mjög vel út. Já, búin að vera mjög þægilegir. Og það er tactical timeout hjá viðstöðu. Hversu mörg ránd þurfa viðstöðu hér til að vera þægilegir komnir í CT? Ég myndi skjóta á 6 terrand. 6 terrand? Já. Ég myndi jafnvel segja að það væri nóg. Hálfnaðir. Já. Og já, þeir komast líklegast ekki með þetta ránd. Jú. Það er aldrei að vita. Allir á vappanum. Já, allir á vappanum. Og restina að kaupa. Ég held að horfði bara á peningi þeirra og það voru sjúklega lágir en vappi og AK á restina af viðstöðuliðinu. Allir með decoy. Verður einhver að kasta decoy? Hann er að fara að taka mónið sér á þetta. Já, ég vil sjá það sko. Hérna í tenginu, það er vatninu megin. Já, það er Fluff sem tekur klassi út hér. Einhvern veginn á býst maður ekki við repeak swingi frá vappa úr tengi upp miðju. Nei. Það er nákvæmlega sem Fluff gerði. Það virkar. Já. Stundum. Já, já. Óhrættur við að prófa þetta. Ánægði með það. Allir leitar. Að reyna að finna eitthvað hér. Tengið er þeirra ef þið vilja það. Þeir eru komnir þar inn. Þá þarf Eiki að fara aðeins lengra inn á sætið og ekki gefa neitt frá sér. Fluff búinn að róta þetta yfir á seatspónið. En Alli, hann er búinn að finna fraggið sitt. Gvendur liggur á sjortinu. Þá er rótiði komið í B-húsið og ætla að pressa þaðan inn á B-ið. Blaster. Þetta er að síðast sem að fylgir að búast við akkur núna að bomban sé að trýtla inn á B-ið. Úr því sem komið er. Það er Snær með smók og grensu og flass. Finnur fyrir pressunni. Já. Ákveður að smóka hérna og kíkja. Þetta er one way. Sér þarna fyrsta, skýtur einu skoti en verður að ná þessu fraggi. Seni með opnun. Og Fluff kemst í góða stöðu til að opna þetta en Seni með annan. Birnir fellir síðan Tony en já, þetta lítur ekki vel út en Birnir. Maður er sem búinn að vera allt í öllu hérna. Það er sinns hérna fyrir Birnir. Nei, hann ætla bara að taka þér rólega. Hann vill ekki vera með ofgóð á starta. Nei, vissulega það getur verið slæmt fyrir móralinn og svona. Já. Fjögur, Tommy. Enn og aftur þá er hvað Snær sem að hann er ekki ná fröggunum. Ja, hann er ekki ná að loka bíðinu þegar ég mæta. Þeir björguðu náttúrulega þegar þeir náðu að ríteka bíðið þarna. Viðstu, köstuðu frá sér 2 rándum í röð þá. Algjörlega. En þarna kostaði þetta ránd. Þarna þurftur hann á einu, jafnvel 2 fröggum. Já, þótt að væri bara einn og lifa. Eða bara lifa. Já, eða bara lifa. Þeir ákveða að forsa inn í þetta ránd.
eru með Skátóli Fluff að þessu sinni. Sniðut til það með fórsinni þetta ránd. Getur brotið peningin á auðstöðu. Snær, já, hann taggaður af alla og glokkaður síðan. Hann komið í B-sætið. Og hann veit að það gefið. Og Alli komið með svona klassínu Eika. Birnir að klóra þarna örlítið með þessum M4 seifiðum í senasta rándi en hann að vera einhvers konar grettist takirna til að bjarga þessu rándi. Eiga B og Blaster nær honum í bakið. Gvendur núna einn eftir á Deglu. Deglu og Draum. Deglu og Draum og ég held að þetta sé að fara að breytast bara í martröð fljótlega. Já. Hann á ekki séns í þetta ránd. Það bara að koma sér vel fyrir á aðeinu. Opna sér Pringles. Taka þér rólega. Já, Pringles og getur með þess að bara lagt frá sér músuna, farið að panta sér með á Black Adam. Já, vel. Já. Og viðstöður að senda fylki hérna bara í búlspar úr þessu. Mátt ekki deyja hana. Mátt ekki deyja hana. Það ekkert að ganga hjá Gwent á Deglunni. Nei. Því miður. Og það fullspar hjá fylki. Já, það hefur verið helviti þægilegt að vera með, ég held að hann hafi verið Degla Armor nefnilega sem hefur verið mjög þægilegt farandinn í næsta ránd sko. En 5-4 viðstöðu einu rándi frá þessu minimum sem að þú setti þeim, 6 terránd. Algjörlega. Alli labba bara hérna upp rampinn á vappanum. Og þessi molli ætti að íta Eika, nei, Seni finnur hann áður, hann komin í gegnum tengið. Seni komin yfir Sniper, eiga allt aðsætið, þeir eru tengið, Jungle, eignast Seedspawni núna. Og Tony finnur þetta Gwent, Alli með Snæ, Fluff inn í Market. Þetta, hann var uppið á. Hann skaut á milli þeirra. Já. Hann ætlaði að ná sér tvennu tilboð. Helvítis vesen. Birnir. Hann vill ekki missa þessu uspu. Nei. Hann með sús. Hann með sús. Ok. Hann ætlar að reyna í það. Þeir þóra ekki inn, já. Þeir þóra ekki þarna. Þeir vita nákvæmlega hvað hann er að reyna. Já. Og þeir ætla ekki að falla fyrir þessu. Úr hverju ætli soundklippið sé þegar þú drefur eitthvað með sús? Ætli að segja hvað fuglar hluta? Eitthvað svona? Já. Ég veit það ekki. Þú veist, þetta hlýtur að vera eitthvað soundbite. Mér finnst þess að þetta sé svona dauðvona önd eða eitthvað. Já. Eða gæs. Já, freka gæs, sko. Já, dauðvona gæs. Já. Það er gunround. Beint í gunround. Það er 6-4 viðstuð að búa sér til ansi góðan leik hér. Eiki spottar þarna 2 krabba. Labba upp úr rampinum. Og ná að búa til pláss hér. Eiga aðsætið ef að ná að smóka þetta af junglið og sem að þeir eru að ná. Smóka ekki góður en Blaster nær bara entry á Fluff. Smóka tengið. Vá, herðu! Þetta er náttúrulega bara brattar en Mount Everest, sko. Tony hittir þarna svo vel í gegn. Ég skil ekki hvernig Blaster er lifandi eftir þetta. Ég skil það ekki. Hann er bara búinn til og náttúrulega öðru en allir aðrir, sko. Birnir með 2K. Þetta er allt í enn orðið rosalega doable round. Endur komið, hvað? Þetta retake allt í enn orðið 3-2. Það gengur á. Seni og Alli ná þetta einum, Gvendur þó einn eftir. Þarf að fara á þessa bombu, hann er ekki með kit hér. Og Seni nær honum. 7-4 komnir yfir takmarkið. Vá, þetta var töluvert tæpara ránd en þetta átti að vera. Já, sko farandi inn í, já þeir náðu entry. Blaster var með, 2-3 aðna. Þeir einstaklega skrítið tactical timeout hérna, tekið að fylki. Og þeir eru vantilega að spá í hvað í ósköpunum eru að fara að kaupa hér. Algjörlega. Leikmærin sem á mestan peningin á $3,000, það er Snær. Hann kaupir sér Deglu. Það er 1 flass.
Ætli það sé að fara að kíkja í miðjuna með einu hlossi. Já, LeFluff á skát líka, það gæti líka að tekið bara langt ránd, sko. Nákvæmlega. Byrjar á LeFluff. Tony eins og að koma með Birni. Þessi Molly. Hann átti ekki að fara þangað. Og hann fekk bara 3. Eða bara báðum megin. Það er allt á eldi allstaðar, eins og lagið segir. Og Blaster klárar þetta á Gwent. 8-4 og Viðstuð byrjar að hlaupa í burtu með leikinn akkurat núna. Já. Búin að vinna fyrri hálfleikinn þægilega. 9-6-8-7 map fyrir CTU. Já, ég myndi segja það. Þetta er rosalega jafnstrand. Mér finnst eiginlega, nei, mapp fyrir ekki. Mér finnst eiginlega svona jafnasta mappið í leiknum. Já, getur verið samanlega við. Nema þau eru að spila á móti Tyrkjum. Já, þeir eru rosalega góður í því. Já, bara, þeir eru betri en þú allstaðar. Já, Tyrkir eru góður í Counter-Strike. Já. Og akkurat núna eru Fylkir að minna mig svolítið á Tyrki. Og síðan kemur Tony. Ég get svo svara, þetta var eins og eitthvað einkor, sko. Hann var bara lappandaðan og náði einhvern frökkum, sko. Já. En kemst ekki lengra en það að ná 2 frökkum. Blaster þá einn eftir. Hann er með fullt af utility á sér. Fullt belti, tilbúin í allt. Já. Tómaði Tómaði hérna. Þarf samt að, já, hann lendir í 1-on-1 öðru hverjum megin á mappinu og hann er einhvern veginn að ákveða sig hvert í ósköpunum ætlar að fara. Var að leita hvort að einhver verið að pússa æð. Gæti verið góð ákvörðun hérna að bara fara mögulega bara inn í Sniper bak market eða eitthvað. Grunar að lappa upp tengi. Hann er rosalega mikill heimalingur í tengi. Heimalingur í tengi, segir við? Nei. Það var bara shortið. Shortið á kjósanlegu staður. Það skjáltast ekki, þá er Snær fyrir aftan bekkinn. Gæti klírað þetta út shortið fljótlega en tíminn var vel pirraður. Já, þarf 4 sekundur til að planta bombunni. Væntanlega að fara að kíkja hérna fyrir aftan bekkinn. Gerir það hér og sér Snær. Nær bombunni niður núna rétt í tæka tíf. Alveg á limitinu. Teflaði tæpast á vaði, næra hendinu við spóknum, LeFluff komin í market og hann væntanlega heyrir í honum. Núna. Og Blaster, ískaldur. 9-4, 2-1, clutch. Vel spilaði á Blaster, mjög svo. En við skulum ekki gleyma því að Tony, hann opnaði þetta ránd algjörlega fyrir Blaster. Já, dósaopnurinn alveg bara já. Lengst upp, sko. Hljóp upp aðeins og náði, hvað, 3K? 2K? Já, 2K. Easy peasy, lemon squeezy. Alle. Hann ætlaði ekki að drepa sig aftur svona. Nei, hann allan að góðs viti hann sé að reyna trekk í þetta. Já. Þráttur þetta hafi feilað rétt á hann. En Tony og Klassi hérna leiðrétta þetta. Vita senasti leikmærin er B og hann er að koma í gennum CT-spónið. Það er enginn sem er að challenge rauninni. Flassaður hér. Og það er Tony hinum megin. Þetta er þarna Tony vel. Hann er komin í 23 HP. Smokkurinn sem er komin niður. Og já, bomban er bara á leiðin á B. Jón, þetta er safety. Viðstuðu taka enga sjensa. Nei, af hverju taka sjensa þú þarft þess ekki? 3 á móti 1. Bara taka þér rólega og örugglega. Nákvæmlega. Og það er það sem er að vinna leik fyrir þá. Þeir eru allavega með gott forskot núna. Er að reyna að krækja sér í 10. rándi sitt hermegin í Mirage. Ég myndi flokka það sem jafnvel frekar stóran sigur í terr. Já, það er mjög stórt. Já. Þetta er mjög stórt. Já. Og já, miða við, sko, það er náttúrulega mikið vatn runnið til sjávar síðan þeir spiluðu á móti Ármann. En á móti Ármann, þá lituðu bara mjög illa út í terr. Já. Virðast mikið betri núna. Þangað til að þeir eru búin að planta bombun. Þá fyrir allt í skít. Já, fyrir allt til fjandans. Allt til fjandans.
og sko Fylkir vinna pistol og síðan vinna viðstöðu 3 round og síðan tapa viðstöðu þessi 3 roundum hana á retake. Já, eitt náttúrulega algjört retake klúður. Algjörlega. Og var það, en samt sem áður, hann gjörsamlega viðstöðu. Oj, Alli! Þetta old school Alli! Þetta Alli sem við þekkjum. Við erum ekki búin að sjá hann allt tímabilið, en hérna hann. Gjörsamlega jarðamenn. Algjörlega standundi nafni líka. Af hverju að spila í liði eins og viðstöðu mátti ekki gera svona. Nákvæmlega. Og enn og aftur Snær í kunnurri stöðu. 1-3. Og hvert allir bomban fari? Ætla að fara í B. Úr þessu, já. Snær kominn með alla. Snær eins og komið Tony líka. Þeir eru að setja þetta í klassi á móti Snæ. Þetta 1-1. Bomban á leiðin á B. Bomban hratt á leiðin á B. Og ætti að fara niður núna. Snæ eins og það í miðjunni. Það spurning hvert í ósköpunum hann að fara. Það að fara ekki shortið. Klassi að spá og spekulera að fara bara beint inn í kitchen sem hann og gerir. Það að feika þetta með shortplanti. Þessi smókur getur verið nákvæmlega það sem þau vilja. En Klassi með crosserinn á réttum stað. 11-4 Jón. Þetta bust í Terr. Þetta rosalega stór sigur. Sem Terr í Miraz. Já. Og þetta eru 3, 6, 8 terrandi röð. Já. Ef við kíkjum líka aðeins yfir skorbortið, það Blaster á 17. Birnir og Fluff eru samt alveg frekar hátt uppi, en það Eiki og Gvendur sem að sitja bara á 4 fröggum. Já. Þetta sárt. Þetta ekki ákjósanlegt. En sjáum hvað Fylkir hafa fóð bjóða í Terr. Já. Við erum á leiðinni rakleiðis að bíðin allavega. Það Seni og Klassi sem taka móti þeim. Flassaður Klassi, tekur Snæ. Þriði maður mættur. Klassi með risastór 3 frögg. Seni eins og stelur 4. Birnir komið 2. Blaster klára þetta. Klassi með geggjað B-hold. Við höfum ekki séð mikið af Klassi í þessu leik. En nú fekk hann aðeins að skína. Það minnir á sig. Já. Vinnur 1v1 og dreipur síðan 3. Rakleitt eftir hann. 12-4 og já, það viðstöðu sem að á kaupi. Það eru Fylkir sem á forsi. Þannig Alli að taka niðurlega Fluffy 18 HP. Birnir vill ekki fara þarna ofan í og mæta djúpur B-smókur sem Seni fara að spila í kringum. Þessi B-smókur svo þægilegur að díla við. Já, mjög. Að vera með hann frá síðspóni geggjað. Algjörlega. Gefur Seni svo mikið pláss. En sko, af hverju þetta akkurat svona round sem að viðstöðu tapa? Af hverju? Já. Já, það góð spurning. Byrjar hann á ágætlega. Klassi komið Birni. Ég skal endur orða þetta. Af hverju þetta svona round sem að kórdrengi tapa? Já, þú meina þannig. Já, sko. En þetta vissulega ekki kórdrengi lengur. Nei, alls ekki. Þetta nýtt og endurbætt. New and improved með, Blaster sem lítur betur út til þeirra nokkur sinni og Alli komur eftir í gang. Tony og síðan að sjálfsögðu engin demantur. Snær og Eiki konum með 2 endri allt í einu. Hver? Passífir. Blaster að komið 1. Eiki ætlar að reyna að svara. Gerir það hér. Blaster með 3K. Hann hleypur í spreyið hans. Ég á ekki orð. Og veit af senasta leikmörinu, hann rífur upp uspuna þetta, hausar seinasta Blaster. Það sem hann náði að bjarga þessu rándi. Já, hann gerir þetta trekk í trekk. Hann gerði þetta á móti Sögu og gerir þetta aftur á móti Fylki. Vissulega var þetta aðeins meira close leikur á móti Sögu, en samt sem áður, þeir vilja ekki að Fylkir lestin hefji gungu sína. Ný. Birnir reynir í eitt diglu skotan í miðunni. Bregst búalistinn.
Viðstöður eru ekki alveg tilbúin að sína sig í miðunni í þessu rándi. Nei, sko, ef þetta einhvern veginn tekst upp, það væri gjörsamlega magnað. Já. Ég er ekki að sjá það gerast. Þið séu búin að horfa á demo? Þetta er náttúrulega eitthvað annað, sko. Allt fellurinn sjálft sig hérna nema Snær, hann nær alla tilbaka. Blaster er lár inn í tenginu líka. En það er bara eitt Snær. Indikla. Síðan leikmanninn í Snæper. Síðan í Hverju er hann að gera þetta? Og því hann veit að staðan er 13-4. Já, einmitt. En, já. Þetta hefði getað farið rosalega illa. Já, þetta hefði svo sannarlega getað farið rosalega illa, en sem betur fyrir þá náður að klóra þetta heim 10 ránd sem að skilja þessi liða 14-4 og þetta, Jón, þetta er bara bust. Já, þetta er ennþá heimavöllur Blaster og Co. Blaster og Co. Já, Blaster og Seni allavega. Já. Það eru 2 eftir. Jú, Klassi spilaði nú 1 eða 2 landsleiki. Já. Birnir. Klassi dreif ekki alveg nógu langt hana. Nei, hann var aðeins að fara að hefa kastið, sko. En það segir kúlu varpkallinn. Já. Eiki. Já, Klassi kom með Eika. Þetta er bomban. Já. Alli, hann kastaði nógu djúpt. Já. Skulum hafa það á hreinu. Hann er góður í kastaflössum. Já. Seni kom með Gwend, Leflöf, 1 eftir með Vappan. Bomban liggur, enginn að halda þeim. Getum við séð hver með mesta flassaða? Effektiv flassis. Það er Alli. Jú. Það er 15-4. Alli finnur þetta senasta frakki. Þetta er brekka úr þessu. Rosalega brekka. Já. Jón, ég keypti svona áskrift af nýjustu tækni og vísindi eða eitthvað álíka. Já. Og ég var að lesa svona ofurgíg á ég man ekki hvort það verið Saturnus. Já. Og sko, það er þessi brekka. Sko, algjörlega. Hún er bara hérna, bara 85 gráður. Já. Og óyfirstíganleg. Og þeir bara upp miðju, Seni. Nær 2K, Birnir svo nær að klóra í bakkan. Alle kom með Eika. Þá er Gwendur 1 eftir. Hann er í rampinum, hann ætla beint í gennum smókin og Tony klárar hann 16-4. Miraz, virðist vera heimavöllur þeirra viðstöðu manna. Vá. Það var rúst. Já, það er ekki hægt að segja neitt annað. Það er rosa lítið sem er að krifja á þessu annað en að viðstöðu, sko virkilega góður leikur hjá þeim og vel spilað, en þurfa að bæta sig í að halda postplant. Já, postplanti hjá þeim. Aðeins við því. Rosalega mikið chaos í leiknum þegar plantiði komið niður. Það er aldrei neitt svona rólegt. Nei. Aldrei eitthvað, ég bara halda þessi línu, þú kallar hérna, ég er með þetta og þetta og hitt. Þetta er bara allt einhvern veginn í gangi og hlaupandi allt. Allt í hennu bara skeður eitthvað. Allt í hennu falla bara 2 frögg á mótir og þú ert bara í klárum séns að tapa rándinni. Já, þetta ætti faktist séð að hafa verið 16-1 leikur. Já. En Fylkir á seglunni taka hana 3 retakes. Já. Bara því að viðstu skita á bak í þeim postplans. Já, vissulega. Og voru náttúrulega mjög tæpir á nokkrum rándum líka. Já, algjörlega. Að kasta þið frá sér. Algjörlega. En hver er galdramaður? Hver er galdramaður? Ron Weasley leiksins er Blaster. Er Blaster? Já. Já, sko, ég hefði getað líka farið á bak við Alla. Þetta er besti leikurinn sem Alli er búinn að spila allt tímabilið. Hann er ekki búinn að vera alveg hann sjálfur, en þarna fékk hann aðeins að skína. Já, það kom tími til. Já, vissulega. Og viðstöðu bara fíleldir einhvern veginn þegar hann dettur í gang. Já, hann opnaði svo mikið fyrir þá. Þetta var rosalega þægilegt fyrir þá og líka bara eru á, sko, þeir fá ekki að spila meira þess aftur. Ég ætla bara að fakta það. Já, það er alltaf líkur á því. Já, að þeir fá ekki að spila þetta mappa aftur.
en já, sko allan að komin smá svona rönn á viðstöðu. Þeir eru komin núna með ágætis stigatöflu og það spurning, eigum við stigatöfluna eftir núna þessa umferð hér? Sem sagt, með þessum leikjum sem voru spilaðir í kvöld þar að segja. Mér langar líka rosalega mikið að einhver nái í demo af þessu leik og búið til klippu af greinunum hans Tony. Já, ég vil sjá líka einhver í communitynu geti gert það. Þór, þeir eru komnir efstir nú í öðru sæti. Já, þið sjáu rétt, rándin eru færri hjá nú, en nú að sjálfsögðu sigruðu Dusty á þriðjudaginn. Endilega skoðið þann leik ef þið viljið sjá hvernig á að vinna Dusty. Nei, ég segir svona. Ármann 8 stig, Lava 8, Breiðablik 8, Saga 6, Viðstöðu 4. Já, Viðstöðu að ég er ekki verið með 6 núna. Fylkir 2, Tension 0. Þeir eru konum með 2 sigurleiki, konum með 3 núna. Þeir eru með 6 stig. En ekkert mál, þeir breytast ekkert í rauninni á töflunni. Þeir koma bara hana upp við sögu og hana já, og hana nú. Þetta allt í orðin rosalega svona opin deild stigalega séð. Og meira að segja, mér langar að kasta því út í kosmos líka. Tension, já, möguleg næstu, eða þar næstu umferð, að fara að krækja sér sigur því að þeir líta miklu betur út. Já, það stígandi í liðinu. Já, virka miklu beittari, virka líka eins og þeir séu komni með eitthvað svona svægi á sig. Algjörlega. En það spurning, við erum náttúrulega að fara að hittast aftur á þriðjudaginn og spurning hvort við eigum leikina sem við erum að spila þá. Við erum að fara í Ármann Tension, já, ég meina, af hverju ekki? Algjörlega. Þeir vilja Dust 2 og Tension líka og síðan Viðstöðu nú. Það rosaleg sigla í þessu núliði sem var náttúrulega enn og aftur að leggja Dusty núna á þriðjudaginn og á góðu rönni að hitta þá Viðstöðu sem já, allir byrjar að hitta. Ég veit hvað fyrsta bann hjá nú Miraz. Alla líkur að því. Já, það alla sko, ég væri ekkert fjarri því samt að sjá nú og Viðstöðu spila Miraz á móti öðru. Nei, það kemur ekkert óvart. Nei, alls ekki. Það bara með frábært Miraz-lið á móti frábæru Miraz-lið. Spila báði Miraz. Já. Þannig að við skulum bara skrifa það niður þetta. Skrifa bak eirað. Já, ég gera það eftir. Já, viltu ekki nota pennan? Ég vil nota tús. En Jón, takk kærlega fyrir að koma hérna á fimmtudaginn og vera með mér. Þú skuggulega líkur einhverju sem leik í Harry Potter, en það samt sem áður rosalega gaman að vera hérna með þér. En takk fyrir kvöldið, 7. fyrir búinn í næstu viku. Það 8. að hefjast. Það alltaf fara á fljúgandi siglingu hérna frá Arena. Þá kveðjum við hér í kvöld. Takk fyrir samverðuna.